Já, velkomin að Rauðaborðinu. Já, á föstudegi, í eftirmiddaginn, þá höfum við það sem við köllum vikuskamt og förum við fréttir vikunar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki. Og það er þannig í dag. Hingað komin Þórunn Wolfram sem doktor í umhverfisfræðum og varaþingmaður Viðreisnar, svo það sé sagt. Og Svala Magnea Ásdísadóttir, þetta ekki blaðakona? Ég hef starfað sem einu sinni blaðamaður, alltaf blaðamaður. Formaður málfrelsis. Já. En þú býrð út í Svíþjóð? Já. Já, hvað Svíþjóð? Malmö. Malmö. Það ekki svona Malmö? Ég að vinna hörðum höndum við að vinna bug af þessum rosalegu fordómum. Hvað Malmö? Já. Þetta er frábær borg. Þetta er bara yndisleg borg. Já. Bara mjög gott að búa þarna. Nú, svolítið langt síðan ég komið þarna, en mér sagt að ég með skemmtilegri borgum bara. Þetta græn og fín og falleg borg og mjög blómlegt menningarlíf og tónlistarlíf og matarmenningarlíf. Hörkusymfónía. Já. Já, það bara þannig. Bara mjög margt spennandi þarna. Brúin yfir til Köpen og hafnarhverfið og nýr arkitektúr og svo náttúrulega fjölmenningin og bara háskólinn. Og svo hverfi sem að löggan hætti sér ekki inn í, segjum okkin. Já, það var þannig fyrir, 10 árum eða? 10 árum. Já, þetta borg sem búin að vera í tilvistakreppu, búin að gangi í gegnum breytingarskeið, borg í breytingarskeið, en svona einhverjum blóma núna, finnst mér. Sem maður sá kannski bara í Eurovision og allt það, það svolítið aðsóknarna þangað og svo eru svona einhverjir gamlir draugar ennþá sem eru notaðir í frétta umfjöllunum og sem kannski ekki sanngjarnt lengur. Það það ekki. Ég líka Kjartan Orri Þórisson. Þórsson, fyrirgefðu. Sérfræðingur í málefnum í Íran. Einmitt. Og kom hingað að ræða við mig Íran. Já, við hefum gert það einhvern tímann. Athugum hvort við náum því inn í dag líka í vikuskammtinum. Já, það aldeilis land sem vinsælt upp á moka. Talaðu það sem nei, það ekki. Eitt af öxulveldum hins illa. Öxulveldis, já, einmitt, akkurat. Það svona auðvelt að taka það spjaldögnin upp úr bókanum, þegar það vantar eitthvað spennandi að gera, eins og Malmö, kannski líka. En þú býrði ekki í Íran, en þú hefur búið þar? Ég hef verið þar eitthvað, já, og var þar við nám og annað slíkt, Lóa Hjálmdísdóttir, myndatakona, söngkona, hvað var 101? Nei, 111. 111, nú? Ég býr endar ekki þar lengur, en ég ólst upp í 111. Þú ólst upp í Breiðholti? Já. En býrði í, hvað er núna? 105. 105, sem fólk hérna í náttúrunni. Heldur ég vildi að ég sé úr 101 og hafa farið í MH, en það mikið miskingur. Þú ert breiðhildingur. Já. Sem myndir aldrei fara á Kaffi Vest. Jú, ég fordómalaus. Já, eina sem ég veit Íran út af bókinni Persepolis. Og ég bara ég búin að hugsa mikið systir mín var að kynna mig fyrir svona hugtakinu svona one-sided story svona einsaga. Einsaga til hugtaki, hugtakfræði? Já, það sem þú veist í raun og veru ekkert þjóð og svo færið bara eina hlið af því og þessi bók sýnir miklu meira en það og mér fannst það ótrúlega áhugavert. Ég kynntist líka myndasögu og þetta bara út frá mínu áhugasviði. Ég kynntist með líbönsku myndasöguhöfundum í Frakklandi og já, ég búin að vera að endur skilgreina bara heila álfu fyrir sjálfur mér með því bara að lesa og hitta fólk og svona. Og teiknimyndir. Já. Þannig að þú býrði ekki 105, þú býrði í teiknimyndum núna. Já, og líka bara einhverjum greinum og svona. Ég bara búin að eiga svona viku þar sem ég hitti bara fólk sem tengist einhverju sem ég akkurat búin að vera að kynna mér eða hugsa eða lesa þessa viku, það sem þið líður eins og sért svona Guð að stríða þér. Já, svona eins og sért svona einhvers konar eldinga svona stöng, svona laðar að þér eitthvað. Ég bara, þetta búið að vera ótrúlega málefnileg og áhugaverð vika, þannig að ég var bara
að þú veist að segja Malmö, ég að fara á myndasögur aðstöfnuðar í haust og var að mynda að lesa Kannski ertu svona Forrest Gump? Já, ég hef oft haldið fram að ég sé Forrest Gump af því að ég hef svo ótrúlega oft endað einhverjum aðstæðum þar sem ég bara einhverju sögulega augnablik sem ég eitthvað að skila lyklum og enda á einhverju mynd, einhverjum fundi, mikilvægum fund og ég eitthvað já, ég búin að eiga Forrest Gump viku, já. Ef ég kannski hoppa pínu inn í, ég líka 805. Já, ég ætla nefnilega að því að ég byrjaði að reyna að láta lítið út eins og allir væri frá rosa spennandi stöðum. Þá ætla ég einmitt að koma að þú ert náttúrulega úr Grímsnesinu, þegar ekki? Mest spennandi stað, borg í Grímsnesi. Borg í Grímsnesi. Ég á Móa, það er rétt hjá. Er það ekki? Ég býsast í gamla samkomuhúsinu, Gömluborg. Í alvörunni? Lögheimili, takk ég því, þetta er orðið einbýlishús í dag. En búðin sem var þarna? Já, hún er því miður hætt. En það kemur búið fljótlega aftur. Ég finn svona rykbragð þegar ég hugsa um þessa búð. Þegar maður kom þarna yfirleitt í ryk í bílnum. Já, það var breytti tímar. Það er breytti. En gott að búa. Býrði í alvörunni þar? Já. Getur það verið? Já. Ok, ég á sérst Móa í alvörunni. Af því að ég held að ég get aldrei keypt mér íbúð. Og svo þannig að ég fyndum 1 hektara á Bland. Já, ok. Í Grímsnesi fyrir 6 árum eða eitthvað. Það er bara nágræðið. Ég vil hliðina á þarna Minniborg. Já, ég er bara við Hringtorgið. Ég er að segja ykkur þetta. Ég er eitthvað stöng. Já. En ég var að segja ykkur áður við byrjuðum frá höfðingja í Tókó sem ég heimsótti. Það er engin tenging við Tókó við þeirra. Bara brandari. Herðu, sko, ég held að þau eru náttúrulega fréttir vikunar. Ég held að það sem að flestir á jarðuríki er að tala um í dag. Hvað er að gera því Bandaríkjum með hennan verið að bjóða fram þennan forseta, elleira forseta? Ég hugsaði það nú bara þegar hann bauði sig fram í fyrsta. Síðast. Hver er að fara að kjósa þennan? Hann er líka haka mjög mikið. Þið voruð ekki að horfa á þetta í nótt. Nýleg vídeo, þá er hann bara miklu skýrari. Hver? Hann er rakað. Það er bara ekki svo gömul vídeo af honum, þar sem hann er miklu skýrari. Það er valið hvað kemur út af vídeóm sem eru upptökur. Þegar hann er live, að þá eru þetta endalist og svona dæmum þar sem hann er augljóslega mjög gamall og farið að förlast. Ég vakti ekki í nótt, ég alveg játa það. En ég náttúrulega googlaði í morgun og kíkti eins og inn á Guardian og þetta er náttúrulega að lesa alveg hérna þetta hér bara át, þetta verið ræðilegt, en ekki bara Biden, heldur líka Trump. Ekkur fakttjekkari hjá, var ekki hjá CNN, sem að saði hérna að hérna Biden hefði farið með rangt mál 9 sinnum en Trump 30 sinnum. Það hljómar ekki rosalega vel. Já, hún var alveg sama, en okkur kannski hinum í heiminum ekki. Já, og bara vest er það sem margir mann að læra af honum hvað upplýsingaóreiða er effektív, halda þið bara relevant með því að segja bara eitthvað og nógu styrla. Dominos er að nota þetta núna, einhverju pítsu með engu á sem er í raun og vera ekki til sölu. Þetta er bara eitthvað svona þetta er bara eitthvað svona hér ég Þetta er spennandi. Hvað er Dominus að gera með pítsu með engu á sem er ekki til sölu? Ég næði ekki. Ég leita á þetta sem upplýsingaóreiðu í pítsuformi. En þetta er talað um hvað, the Conemen and the Old Men. Hvað þið viljið? Ég maður átti ekki alveg heldur á hvað sko... Búið nú frá Íran, það sem nú aldeilis gamlir kallar er frá, já, jú, þeir svona hraumir? Nei, þeir hafa ekki verið að láta sko sína svona mikla veikleika hérna á opinberu kannski vettfangi og maður kannski skilur ekki heldur alveg sko hvað þeim gengur til einhvern veginn með að tilnefna hann í þennan slag á móti Trump sko, ég bara nægi einhvern veginn ekki utan þetta sko, það var eiginlega kannski betra að hafa með kannski bara pítsu með engu hana, með honum Trump frekar en sko Biden sem að bara næri ekki að klára setningar með það sem maður sá á honum í nótt sko sem maður hugsa bara, þú veist, og nú bara allir fréttaskýrandi fannir að pæla bara svona hver getur tekið við og bara hver er eitthvað svona lagalegu grundvöldu fyrir því að einhver annar getur tekið við og hérna, ég veit ekki, ef þú veist, maður fattar til, sko, þetta er svona... Líka bara hvaða lýðræði er það að þú getur bara valið
aðra hverja þessa mann. Þú mátt alveg velja fleiri, það eru fleiri í boði. Já, en það aldrei talað þannig. Það er bara því það er svo engin annars til í heiminum. Það eru margir aðrir í frambóði, sko, en þeir bara ná ekki árangri, sko. Þess vegna er fólk bara að hugsa um þessa tvo. Já. Mér er bara svo augljóst að Biden er strengjabrúða. Það eru aðrir að stjórna landinu og mjög þægilegt að hafa hann sem forseta á meðan. En af hverju velja þessi svona strengjabrúða? Af því hann er í forsvari fyrir ákveðna stefnu sem að menn vilja kannski hafa ríkjandi. Og mér er það bara augljóst. Ég meina, er ekki IPAC hérna með lobbyista samtökin sín hérna með ítök í öllu stjórnkerfinu þarna. Þannig að það næri engin árangri í bandarískum stjórnmálum nema að vera fjármagnaður af auðstjettinni, eins og sættir. Já. Mæli með að horfa á hérna Ísraeli sem hérna heimildmyndina, eða ekki búin að sjá hana. Hún fjallar hana IPAC. Já, þetta er alveg bara sterk ítök. Og það byrja bara þegar þú ert unglingur. Það eru unglingar sem mæta og þetta er bara svona hluti af samfélagi. Bara ef þið viljið stofna hreyfingu þá getið lært mjög margt af hvernig fólk bara... Ég var að skoða þessi samtök á Wikipedia bara daginn og það stendur bara orðrétt, the biggest lobbyist organization eitthvað. Lobbyist, sko. Þetta orð er notað til að lýsa þessum samtökum. Já, svo afneita því að það sé til lobbyism, eða það sé í raun og lobbyism. Ég held að þeir gera það ekki í Bandaríkjunum. Hvað sér þið? Það er afneita ekki lobbyismannum í Bandaríkjunum. Jú, Ísrael lobbyism, það er ekki til. Ísrael lobby er ekki til, en það er samt þegar maður fyrir að skoða, það er það bara svart og hvítu. Þetta er mjög áhugaverð heimildamynd. Það er verið að tala við fólk sem er alið upp í þessu. Og bara, það er sýnda bara barnateikningar sem eru að teikna landsvæðið og bara fólk sem fer síðan til Palestínu og fær í raun og verið bara áfall og kemur hinum einn út bara svona eins og að þau hafi séð loksins í gegnum allt. Það er alveg ótrúlega áhugavert. Bara svona. Mér finnst svona blasa við að það eru þarna einhver hagsmuna öfl sem að vilja hafa stefnu ráðandi í Bandaríkjunum sem snýr að stríðsrekstri í heiminum. Og það er pró-Ísrael og pró-Úkraína, náttúrulega, pró-NATO. Það eru bara þessi öfl sem að vilja fá að vera áfram við völd. Og þessi öfl eru með ítök í fjölmiðla heiminum og bara frá að til lög, sko. Já. Og ráða orðaræðinu svolítið. Lægri skattar á hinn ríku. Já. Svo er niðurbrót velferðar. Þú veist þess að samt sé verið að leika sér að okkur með, þú veist með einn gaur sem að getur ekki klára heila setningu, sko, bara þannig kemur ekki út úr sér og svo ertu með hinn sem að getur ekki klára heila setningu og það segir bara eitthvað bull, sko. Þú veist þannig að þetta er orðið eitthvað svona farsakent, bara eitthvað kjaftaði, sko, þannig að maður fattar ekki, sko, þú veist. Ég skil þetta ekki með leikbrúðunar, sko, ef þetta er leikbrúður. Af hverju ekki velja eitthvað sem að standi í lapp eða þú veist. Leikbrúð ætti að vera eitthvað sem að lúkkar vel, ekki? En það er einn þetta sem mér finnst alveg nokkuð frambærilegur og það er Kennedy. Hann er hættu við. Já, hann hætti við. Já, það var frambærilegur. Já, en herðu, svona er þetta stundum. Og þá kemur einlega spurning, sko. Þórunn, þú ert að fara að kjósa í Bandaríkjunum. Og hvort ætlar að kjósa Biden eða Trump? Ég myndi nú bara mæta kjörstaða að skila auðu. Skila auðu? Já, ég get ekki hugsað mér að kjósa hvorugan þeirra. Ok, Svala, hvað má bjóða þér eða? Sko, ég hrættum að tjá mig þetta því að ég vil ekki vera kallið Trumpisti. Þú myndi kjósa Trump. En hann má eiga það að hann hóf engin ný stríð í sinni valdatíð. Hann er minna hættulegur heldur á Biden. Já, þannig að ef ég á að velja, ef ég neyðist til þess að velja milli þeirra, þá myndi ég kjósa Trump. Ok, Kjartan, var kjördagur í Bandaríkjunum núna? Já, ég veit ekki hvort ég myndi bara setja heima, sko. Ég meina hvað, og láta hina að ráða það? Já, kannski. Eða þú veist, ég veit ekki mér. Já. Við erum alltaf að auglýsa lítið atkvæðaréttin, ekki láta hina stjórna þessu. Já, ég veit það, en þú veist, það er unga fólki mætið og þið ætla bara að vera heima. Já, bara þú veist, það er þetta Brexit-dæmi líka, skilur, þú veist, þegar þú ert bara fann að kjósa til að kjósa út af einhverju, skilur, og bara fá það kjörsta út af einhverju kjaftaði, skilur, þetta er orðið eitthvað svona, þú þurft að fara hringinn, sko.
þá kannski bara, best að vera heima. Það by the way, íranska leiðin, sko. Svo ég ná að slæti sig þetta inn, sko. Vegna þess að, þú veist, það það sem að írastjórnvöld svo mikið að batla við akkurat núna, að þeir eru að bara fólk búið að missa trúna á því að Íran sé einhvers konar lífveldi. Já. Og þeir eru endalaust að tromma upp einhverja svona stemningu fyrir að fólk mæta kjörstað. Þeir vilja líta á sig sem lífveldi og þeir vilja líta á sig sem land þar sem að lýðræðislegar kosningar eiga sér stað. Og fólk að gefa skít það og mætir ekki að kjörstað og hefur gert í síðustu kosningum þar sem að sko þáttakan hefur farið hríðfallandi en það hafa frambjóðendur sem að fólk hefur kannski viljað kjósa ekki fengið að bjóða sig fram. Þannig að eina sem fólk sér í stöðunni að sitja heima. Nú ætlum ég bara að láta cancela mér og bara að ekki kjósa. Þú ætlar að stofna hreyfinguna kjósum ekki til þess að afhjúpa það lýðræði í Bandaríkjunum ekki lýðræði? Já, við skulum segja það allavega að í vissum tilfellum það kannski líka bara einhver pæling sko að þurfa ekki alltaf að kjósa bara til að kjósa og bara til að taka þátt og vera með sko og þarna ég veit ekki hvort nákvæmlega þarna þar sko en ég svona hallast að því að vera tóma pizzan í þessu. Mér heyrðist að vera að sannfæra það Þórunni. Hún er radikalisera einhvern. Þú ætlar að taka þátt í þessu núna. Með því að mæta á kjörstað og skila auðu, þá ég að gera sama kjörstað nema að mæta. Þannig að það leið, mér finnst það mjög lýðræðisleg reið að tjá hugsin þannig. Held ég myndi annarkvort skila auðu að sitja heima. Ég var eitthvað að lesa. Það var eitthvað svona frá Noam Chomsky svona blekkingin að þú hafi val og það var bara búið að setja upp eitthvað val sem ekkert val og svo bara eyði fólk tímanum í að rífast eitthvað og talar aldrei neitt í raunveruleikanum og sem skiptir máli þannig að mér líður pínu eins og þessar bandaríkjakosningar séu þar og ég hugsaði mjög mikið þetta fyrir forsetakosningar núna hvað ég ætti að gera að í Íslandi? Já, og ég endaði, ég ætla ekki að segja hvað ég kaus. Það náttúrulega fólk ekki að kjósa mögulega heimsfrið eða ekki, það menn að kjósa. Nei, en ég var komin í svona einhvers konar þrótt bara með hvernig ástandi og svona, þannig að ég ákvað mig bara fyrir utan kjörstað og ég var að tala um mömmu í síman og hún sagði mig hvað ömmusystir mín sem ég skýrði í höfuð á kaus og það það sem ég skilji. Þetta var svona persónleg útgáfan að kasta tening. Einn af tengingunum sem Nei, þannig valdi ég í alvörunni. Gera heimsmálin persónleg, það eiginlega þín lína. Og mér fannst líka að þegar ég horfði ekki á þetta í gær, ég nefndi ekki að vaka eftir þessu í gær og horfði á í morgun og á nokkrum stöðum var maður að skoða einhver svona samantektir að þessu og kannski svona eitthvað aðalpunktur sem ég man eftir og kom eiginlega oftast fram var þeir voru að rífast golf. Hvor varum með lægri forgjöf sem að resma bara svona á ég að fara að kjósa eða ætlar að beða með maður að gefa einhverjum atkvæði hér eða hvað rugl þetta? Ekki skilyrði að fólk sé komið yfir það að fara að rífast hvor með lægri forgjöf í golfi? Þetta er bara absúrt skilur. Það eitthvað sem maður að skilja eftir sko í leikskólan, eða ekki? Jú, þeir enda settu það í orð að þeir var að hafa eins og börn þannig ég skildi þetta alveg. Já, börnir eru samt með sterkari ætlætiskend. Það ætti kannski að þeim fyrir það að segja þetta sko. Skýrari. Þú sagðir að gefa skít í þetta, það var fyrir nokkrum árum að þá var kona sem að kúkaði á kjörseðilinn í Íslandi. Það var nú mjög eftirminnilegur gjörningur og verk, eða ekki? Myndlist? Ég veit ekki hvernig hún skilgreindi það sko. Man mjög vel eftir mun ábyggilega ekki gleyma sko. Aldrei, og ekki gefa ránfuglunum að borða. Já, hann Görn á Akureyri. Já, það var mjög eftirminnilegt augnablik. Já, þegar hann kom inn í sjónvarsi. Já, var það með Kristján Þór eða eitthvað svona haldi. Ég var einmitt að fletta upp áðan af því að bara að þetta tekist nýmenningunum og þannig NATO-slagurinn á Austurvelli. Það voru 8 manneskjur sem mistu kosningaréttin sinn og kjörgengi sem afleiðingar að því að vera í mótmælunum. Meðal annars Jón Múli, sem er pappi Sólveigar sem var einn af nýmenningunum. Og þetta er svo, ég vissi ekki að fólk hefði mist kosningaréttin sinn á Íslandi. Mér finnst það svo rosalega fasísk pæling, bara eitthvað svona, nei, skoðanir þínar samræmist ekki okkar. Ég var bara að lesa þetta áðan og flett þessu upp og mér fannst þetta svo áhugavert og fangilsdómar og alls konar og bara táragas og pínu svona endurtekning nema bara kannski meira brútal
40, eða það er akkurat 75 ár í ár sem þetta var. 49. Hvað segir þið? 49. Já. Það eru 75 ár. En í þetta sem við erum að tala núna, er þetta ekki svona vantrú á lýðræðinu á vesturlöndum? Þetta er raunveruleiki á Íslandi, þetta er raunveruleiki í Bandaríkjunum, þetta er víða. Já, þú ert að tala um í raunveru myndin eins og við erum að horfa á í kosningabarðinni í Bandaríkjunum eða bara almennt fólk. Ég meina það fólk barðist fyrir að hafa kosningarétt og að byggja svona lýðræðiskerfi og það við trú á því að það myndi að almenningur fangi þá völd í löndunum og stefna stjórnvalda yrði í takt við vonir og væntingar almennings og svo eru við einhverjum 100 árum síðar og það er svona almennt trú að því að þessi búið að stela af okkur lýðræðinu. Já, er þetta ekki ennþá þetta klassíska, það er alveg sama hvað þú kýst, þú færð alltaf Framsóknarflokkinn. Virka það ekki bara svolítið ennþá að því að kerfið okkar er byggt þannig að við getum ekki það, við vitum ekkit fyrirfram hvað við fáum. Þau fá þetta í Bandaríkjunum, sko. Já, nú er ég náttúrulega bara að tala um hérna heima. Nei, en í Bandaríkjunum þá vitum við náttúrulega hvað þá. Valkostirnir eru bara engir. Nei, valkostirnir eru engir. Og hvað þá? Já, mér finnst þetta bara að vera svona næsti bara eins og eitthvað leikrit af því að sama hvað við kjósum þá er alltaf sama fólkið sem að einhvern veginn kemst í valdastöðunar og er að gera einhvern usla. En er ekki alltaf sama stefnan? Það er alltaf oftur að skipta fólk. Það er alltaf sama stefnan. Íslensk stjórnvöld hafa haft sömu stefnuna síðustu 30 ár. Já. Nei ekki. Það er svona bara alls konar flokkar. En breytingin er kannski að það er meira af utanaðkomandi áhrifum, erlendis frá. Og sem er kannski búið að tala til okkar upphaflega að við viljum svona félagslegar tengingar inn í Evrópu og svona samvinnu og samskipti og samninga og allt þetta. Og svo er bara verið að taka á okkur völdin og fullveldið hérna heima í rauninni og yfir að rétt yfir bara eigin auðlindum og annað svona hægt og rólega. Aðrir hagsmunaaðilar að seilast í auðlindirnar og stjórnar farið okkar. Já, mestibrandarinn náttúrulega skiptir máli hver stjórnar. Ég fæst þetta, ég er bara svona hlæ hólum hlátri þegar ég hugsa um það. Af því að það er bara eins og það að Kata var forsætisráðherra. Já, það var mottóið þeirra. Og svo allt í henni er bara maður sem að talar við áhrifavald dagvistunarmál út á 11.000 undirskriftum en ekki 45.000 manna undirskriftalista að fólk sé ósátt við hann í þessu embætti. Mér finnst það stór merkilegt. Það er það. Ef ég má bæta hans við þetta, mér finnst þetta nefnilega að vera heimatilbúin vandi. Hvernig óstjórni í einhvern veginn öllu sem snýra auðlindanýtingu, hvernig það er allt einhvern veginn heimatilbúið, við getum gert þetta allt öðruvísi, kringum fiskveiðikerfi, kringum sjókvíaldið, kringum uppbyggingu á orkuöflun og ekki. Þetta er meira að minna að því að við komum okkur ekki saman hvert við erum að stefna og hvernig ætlum við að gera, hvað þurfum við mikla orku, hvað ætlum við að gera, hvað þurfum við mikla orku fyrir Ísland fyrir orkuskipti sem dæmi. Það er aldrei gefið út á endanum að því það er alltaf skilið eftir op að því að kannski viljum við svo gera sæstreng og svo ætlum við að gera rafeldsneyti og svo ætlum við að gera þetta og þetta og þetta. Þannig að vandinn liggur finnst mér svo mikið í okkar stjórnarfari. En er það sem er að bremsa okkur eru náttúrulega viðmið sem er að koma erlendis frá. Hérna öll þessi hvað heitir það, 30 global eitthvað rafbílavæða allt og það að gera mjög skrítin pæling, ég hef ekki efni á rafbíl. Þetta er allt saman viðmið sem er að koma. Er það að keyra á bensínbíl? Já, það er umhverfisvænna að keyra út bíl sem ég er þriðja eigandi að heldur en að fara að kaupa einhvern rafbíl með lithiumbatteríum og ég veit það ekki, mér finnst það skrítin pæling af hverju ekki almenningssamgöngur fyrir alla í staðin fyrir eitthvað svona kaupið ykkur bara rafmagnsbílkrakkar eins og það sé bara eitthvað ég ætla að fá Tesla takk fyrir og á Íslandi já, ég skil ekki alveg pælinguna og þegar að fólk bara hafið tekið strætó nýlega ég kom í strætó hingað fyrir ég á rafbíl og keyri úr Grímsnesinu og það er bara ekkert mál, jú kostar sannarlega meira ég bara ákvaða því að hvað kostar það meira?
Já, bíllinn sjálfur. Bíllinn sjálfur, Já, það er náttúrulega mjög ódýrara að reka rafbíl, en aftur, heimatilbúin vandi, akkur erum við ekki að byggja þá almenningssamgöngunar hérna á höfuðborgarsvæðinu upp eins og við erum búin að segjast alltaf að gera. Akkur gerum við það ekki? En akkur séu þetta að segja heimatilbúin vandi í okkur? Ég meina, í Bandaríkinn getur verið stórkostlegt samfélag. Það er bara búið meira og minna búið að ræna þar og ræna völdin, þannig að það er verið að þróa það samfélag bara eins og hentar örfáum manneskjum. Já, ég er náttúrulega bara ávið hér heima hérna Gunnar Smári, bara út frá þessu hvað kemur ellendis frá og hvað erum við að gera. Við erum svolítið þjóðin sem er alltaf undir lekanum. Bara, úps, heyrðu, heilbrigðiskerfið er nú aðeins hrunið. Úps, vegakerfið er nú aðeins hrunið. Nei, heyrðu, úps, þarna skólakerfið, menntakerfið, börnin. Við förum svo sjaldan að því að við erum svo mikil fiskveiði þjóð og landbúnaði þjóð, nú er þurrkur og þá hegjum við. Nú veiðrar á sjó, þá förum við á fiskum. Ég veit það ekki. Það er mín tilfinning. Ég upplifði ekki þannig að þetta sé almenningi að kenna hvernig við erum minnst inni. Ég upplifði þetta sé bara stjórnvöldum að kenna sem er að svíkja þjóðina. Ég er að tala um stjórnvöld. Og ábyrgðin er bara þar. Ég er að tala um heimatilbúin vandi. Þetta er ekki út á ömmu þeirra eða eitthvað. Ég er að tala um heimatilbúin vandi, Gunnar Smári, út af stjórnvöldum. Ekki okkur sem almenningi, af því að við kjósum okkur fólk. Þau gera ekki neitt, þau laga ekki heilbrigðiskerfið nema helst að sé verið byrjað að brenna á Austurvelli eitthvað. Það sem ég er að tala um. Þau ætla ekki að gera neitt nema þau óttist almenning. Það er ekki það, já, það er nákvæmlega það sem ég er að tala um og það kemur ekki erlendis frá. Þetta erum við. Þetta er okkar stjórnsýsla og okkar stjórnvöld. Það er það sem ég átti við. Hugmyndafræðilega séð, en framkvæmdavaldið er eitthvað laskað hérna. Hérna? Já, mér veist það. Menn er að sé ekki gert neitt? Já, það er ýmislegt rætt á þinginu, en ákvarðanatakan og framkvæmdar valdið, það er kannski, já, eitthvað bremsa þarna. Já, það er svona, stjórnmálafólk kemur og segir það var þungar áhyggjur af þessu og hérna við verðum að skoða þetta og þetta er þessu húsnæðismálin sko, sem er búin að vera í klessu hérna síðan allavega 2011. Alltaf svona, svo koma glærusýningar en það er ekki verið að byggja neitt sko. Nei, ég hef líka heyrt frá fólki úr heilbrigðisgeiranum sem segir að þú veist, það kemur ekkert nýtt inn nema manneskja sem er hátt sett finnur fyrir einhverju, skilur ef einhver þarf að fara í endurhæfingu og er bara, heyrðu það er bara allt í skralli hérna og allt í nú kemur laug í hátúni fyrir, veist, eða skilur með hjólastólaliftu, það er bara eins og þau skilji ekki veruleika annara nema þú bara verðir að upplifa hann og hérna stjórnmála vandamáli er líka bara, þetta er náttúrulega starfsframa valda brölt í mörgum tilfellum, það er ekki allir hann inni út af hugssjónum eða eitthvað svona, sumir eru bara tryggja völdin sín og fyrir sína vini og ættingja og... En er þetta ekki bara leikbrúður? Örugglega ekki öll. En ég bara segja, þú veist, það er engin tími til þess að gera eitthvað í alvörunni ef allir eru bara eitthvað að reyna að halda vinnunni. Ég hef áhyggjur af þessu, ég býr náttúrulega í Svíþjóð, þannig ég fylgir svolítið með úr fjarlægð og maður fær kannski svolítið aðra sýn þegar maður býr annars staðar. En bara það að það sé verið að skerða opnunatíma sundlaugana, þetta er einhver helsta heilsubót Íslendinga, við heldur lýðheilsu og annað. Það verður að skerða opnunatíman, hækka all verð og allt þetta og tala um að það þarf að spara og að loka á sumrin. Bara hvað kjaftaði er í gangi? Þetta hefur aldrei verið vandamál að reka sundlaugar á Íslandi sem er með sko ofgnótt af heitu vatni og bara góðu rafmagn og allt þetta. Og að það hefur aldrei verið jafn mikið að sundlaugagestum að borga í sund. Það er verið að reyna að setja sundlaugamenninguna á heimsminjaskrá UNESCO og þá er mögulega hægt að ef það gengur í gegn. Það er alltaf að setja sundlaugamenninguna bara til 6 en ekki hérna milli 6 og 10. Nei, það er í alvörunni í gangi Það er að segja kvöldu opnun sundlaugana að fara á heimsminjaskrá. Já, einmitt, ég sá hérna, það var að tala um þetta er eini skjálausi staðurinn, þetta er fólk sem að því það er allir eitthvað, börnin, hvað með börnin og svo er bara verið að loka bókasöfnunum á sumrin og sundlaugunum sem eru bara svona einu samfélagslegu staðirnir eftir í raun og veru. Svo er ekki hægt að rífast í sundi. Nei. Hafið séð það? Fólk rífast í sundi. Já, hálfberrasað. Það er bara, það er eitthvað við vatnið og það að vera, allir eru bara hálfberrasaðir og það er ekki hægt, sko. Nei.
Það er nú samt örugglega gerst. Já, örgla. Jú, það er alveg rifist, að mjög mikið rifist Evrópusambandið í heitum pottunum. Þegar það var ekkert lokaði Vesturbælaugin út af viðgerðum, þá komu gestirnir þar í Seltjarnarneslaugina og vissu það ekki, það eru umferðarreglur óskráðar það hvernig þú syndir. Þannig að þessi rein eða hvað það heitir, hún til þess að syndi í þess átt og fólki frá Vesturbælauginu vissi þetta ekki og það láfist við bara slagsmálum þetta. En fyrir að Vesturbæingandi komið út á Seltjarnarnes. Þannig það hefur, ég held að dræta tilbaka. Já, það reyndur nú eldri maður að sparki mig í Laugardalslauginni. Hann var að fara á móti umferð, bara hægri umferð eins og í umferðinni, ég vona hann viti það. Og ég bara færði mig ekki. Hann var svo móðgaður, hann reyndi að sparki mig. Skrýtnast sem ég lendi í. Bara ógeðslega frekur maður, bara færði þig. En mér finnst þetta gott dæmi það svona stundum veltum með fyrir sig gott að stjórnvöld séu með fókusin á því hvað þau eru raunverulega að gera. Þú veist, hvað eru bara frumskilyrði. Það er að hafa sundlaugarnar opnar og hafa bókasöfnin opin og tryggja húsnæði fyrir þá sem að þurfa húsnæði að halda. Þú ert kannski að spara á öðrum vettvangi að þú ert með sundlaugarnar opnar, þá er allavega fólk að slaka á í sundi en ekki gera eitthvað sér eitthvað staðar út í Sko, sundlega, það var opið til miðnættis alltaf á 50 í Laugardalslauginni og bara fólk í kringum 20 og bara fólk sem getur ekki farið út að skemmta sér, bara sökum aldurs, það bara fylltu laugina á hverju einasta 50-skvöldi og þetta var ofinsælt, þannig að þau tóku þetta út. Ég veit heldur með þessu bara tólspora fólk. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Það var sagt í kaupfélaginu í Kanada, hvað, áttu ekki þessa vöru? Nei, hún bara þýðir ekki að panta hana, þetta rennur út. Það var sagt í kaupfélaginu. Já, fólk sem er að sinna heilsunni er kannski tólspora fólk sem er hægt að drekka, hægt í neyslu, það fara að rækta sjálft sig og vill kannski fara bara í sund á föstudagskvöldi eða laugardagskvöldi. En fólk rækti sjálft sig ekki á barnum með það? Já, ég minna þú veist, þetta er eitthvað sem kemur í staðinn fyrir marga. Já, og með bókasöfnin, eitthvað svona æpi við PISA-könnunum og bara lokum bókasöfnunum. En þetta er bara lýðhelsa og þetta viðheldur bara heilsu fólks að fara í sund. Þetta er líka svona almenningur sem samfélagi byggðu upp saman til þess að eiga saman. Það lokar, það er svolítið neikvætt eða ekki. En hafið á tilfinningunni eða hefur fólk á tilfinningunni að það sé verið að stýra ríki og borg svona ekki í takt við það sem almenningu vill? Já, alveg klárlega. Hjartan? Já, kannski bara svona ekki takt við sjálfan sig líka held ég sem að komast að svolítið þú veist þar að segja að vera að skera niður einhverstaðar og reyna að setja pening í eitthvað, þú veist við vorum að fá fréttir hana til dæmis að gera svo mikið fyrir að setja peninga inn í að stöðva ofbeldisbrot barna og við erum að tala um bókasöfn og sundlaugar sem geta verið ákveðin svona eitthvað forvarnardæmi fyrir það og það er svo, þú veist það er að vera í takti einhvern veginn þetta er ekki svona í takti við sjálfan sig einhvern veginn hvaða hægra hendin gerir og hvað svo vinstri gerir hvaða myndmál sem vilt fara í með það Þannig að í takt við fólk eða bara í takt við sjálfan sig eða bara í takt yfir höfuð virðist kannski ekkit endilega maður sér það einhvern veginn ekki vera að gerast sem að svona stundum bara hálf komist að pæla í hvað Já, loka sundlaugum og á sama tíma vera að skuldbinda sig næstu 4 árin að dæla einhverjum miljardum til Úkraínu í stríðsrekstur. Hvað er það? 25,5 lokum sundlaugunum, þú veist, og tökum lán til þess að aðrar þjóðir geta haldið út í stríði. Já, en ég held samt að sundlaugabátuði sé úr borginni og vopnin eru úr ríkinu. Því ég held að þau færi ekki peninga þarna á milli, en þetta er fáránlegt. Já, þetta er svona sameiginlegur sjóður. Já, mér finnst þetta reyndar mjög skrítið, já. Ok, hérna er mál sem að hefur verið rætt. Ég var að hlusta á Kristrúnu Frostadóttur á útvarpi Sögu, það var sent til mín. Það sem að var verið að ræða vopnakaup fyrir Úkraínu, sem þú ert að tala um. Og þetta var svona einhver spaugari sem sendið á mig, og þess að hún eiginlega að segja að í samfélkingi vilji senda vopn og ekki senda vopn.
Þannig hún vilja eiginlega allt sko, þannig að þetta var svona stríðinni með því að benda á hvernig, að því hún er svo augljóslega að reyna að halda í það fylgi sem hún hefur, þannig að hún er byrjað að hafa allar skoðanir einu en enga þó. Viltu að Íslendingar sendi vopn til Úkraínu? Nei. Kjartan? Nei. Nú, þú vilt það ekki? Nei, ég vil ekki að við sendum vopn til Úkraínu. Við erum að því. Já. Ég held að ef við myndum gera könnun á þessu, ég myndi gíska á svona 80% viljið ekki. En samt eru stjórnvöldin að gera það. Hvernig stendur á þessu? Er stjórnvöld óheppi með almenning sem er svo vitlaus sem skilur þetta ekki? Nei, ég held þessi bara frek og hafa engan áhuga á því sem við viljum í þessu máli og mörgum öðrum. Ég held að það sé bara einhver lobbyismi. Það er, þegar Katrín var forsætisráðherra, þá var hún meira erlendis en hérlendis, fannst mér. Mér fannst það bara ekkert vera sýnileg. Og ég held að það sé mikið af einhverjum svona fundarhöldum og það er alls konar alþjóðastofnanir og sambönd og allt þetta sem að hafa áhrif á stjórnmálamennin okkar í ákvarðanatökunum þeirra og þau eru að taka ákvarðanir út frá hagsmunum erlendis frá heldur en hér. Og það er líka skrítið að þau hafi efnaði senda vopn til Úkraínu og sé að kenna flóttafólki að innviðir sér sprungnir á Íslandi. Það er greinilega til peningur en hann má ekki fara í eitthvað sem skiptir fólk máli og við viljum hjálpa öðrum. Mér finnst það mjög skrítið og líka bara gera þetta svona fyrir framan þig. og vera svo að kenna bara viðkvæmasta hópi allara tíma þetta og vera bara einhvern veginn að etja fólki saman og vona bara, ég vona að eldri borgarar og öryrkjar haldi að fólk í neyð bara sem flýr einhvern veginn. Fólk sem á ekki neitt. Já, sem á ekki neitt. Að þau bara rífast þetta. Eða bara eitthvað svona, láta allir vera á móti trans eða eitthvað svona. Það er alltaf verið einhvern veginn að etja saman fólki þegar í raun og veru. Það etja peningur og mannréttindi er ekki eitthvað svona lokuð stærð. Og mér finnst það bara, mér er svo óþarfandi að horfa upp á þetta bara ár eftir ár eftir ár. Ég var að fá Facebook svona minningu þar sem að var EM eða HM skiptir ekki máli Þú vilt alveg fótbolta? Já, ég elskur að fótbolta Nei, þar sem að var verið að henda fólki frá Írak og þau voru sótt inn í Laugarneskirkju sem á svona sögulega að vera griðastaður og það er bara ekki virt og þeim bara vísa á landi að meðan allir bara með íslenska fánan, óslega gaman og við látið svo við sem besta þjóði heimi. Ég sá þetta og ég var alveg, þetta er 8 ára gömul minning og útlendingalögin er verri og hún ískona er að hóta eða verið ennþá verri og mér finnst bara verið að mér finnst bara verið að skerða mannréttindi og benda á rangan hóp. Og íslenska landsliði líka orðið verra. Ég veit ekki hvernig þetta heitir núna. Hannes er farinn. Kjartan, þú varst að tala aðgerðir vegna ofbeldishegðunar ungmenna. Þetta var, kom til tals í gær held ég, þar sem við vorum að ræða eitthvað. Og þá var maður sem nefndi þetta að í þessum tillögum hafi ekkert verið gert til þess að til dæmis að auka fjárhagslegt öryggi barnafjölskyldna. Ekki til þess að ráðast á óvissuna á leigumarkaði og það að leigjendur þyrftu að vera að flytja á milli hverfa aftur og aftur. Það var eins og að þetta væri eiginlega laust við svona efnaðslega, félagslegar tengingar, þetta vandamál. Já, ég var eitthvað að skoða svona fréttir af þessu, ég las ekki þessa skýrslu hana, en ég held ég græði líka lítið á því, að þetta virtist bara vera einhver svona punktar sem að hljóma úslega vel, bara betra stöf í Breiðholt, eitthvað, sem er eitthvað geðveikt, en þú hvað er það að tala og þú hvað er það sem allir að gera og þetta er kannski líka það sem við erum að svona reyna að setja orð er þú hvað það virðist ekki vera peningur til þess að eyða í eitthvað dæmi sem að spara náttúrulega gríðarlegar fjárhæðir í framtíðin og allir þessi svona snembúnu aðgerðir sem hægt er að gera í alls konar málum og þá sérstaklega til sjá krökkum til dæmis það sem að það þarf að tækla bara vandamálinn frá byrjun og bara innan skólakerfisins sem að vantar líka bunch of penning einhvern veginn og allt þetta dæmi og svo bara búið að setja upp einhverja flotta glærusýningu í Hannesarholti eða eitthvað
og maður eitthvað svona, þú veist, og hvað, eða þú veist, hvað ætlum að gera þessu, eða þú veist, einmitt, og hver, þú veist, bara heldur ráðstefnu. Ég heldur ráðstefnu og bara eitthvað svona leiðum hörpuna og köpum einhverja snæper fyrir lögguna, skilur, og bara, þú veist, en hvar eru, þú veist, aðgerðirnar, hvar þetta dót sem við ætlum að gera, einhvern veginn. Heldur að stjórnvöld séu bara meira og minna veruleika fyrt? Þú veist, ég veit ekki, nú ég, þú veist, ég byrja að segja, ég ekki búin að lesa skýrslu, ég veit ekkert hvað að tala, sko. En þú veist, bara fréttaskýringarnar þetta af þessu voru eitthvað svona, þú veist, ég fekk smá eitthvað svona, ég nenni ekki lesta, þú veist, þetta var bara eitthvað svona. Þú búin að sjá nóg af þessu? Þetta voru eitthvað svona punktar, já, þetta alltaf eitthvað svona dót sem að hljómar ógeðslega vel og svo maður bara svona, þú veist, hvernig praxisinn samt, hvað erum við að tala með í alvörunni og þú veist, bara að því að maður hefur oft kannski séð hlutina hljóma vel og ekki endilega, hvað að segja, skila sér út í samfélagið einhvern veginn eins og maður hefði viljað og svo þegar maður að sjá þessar hluti sem verið að gera á sama tíma sem þú veist, þetta með bókasöfnin og sundlaugarnar og náttúrulega margt annað einhvern veginn og bara eitthvað svona, þú veist, já, skólakerfið og allt dæmi sem gangi þar og svona vantar, þú veist. Stundum finnst manni að þetta sé búið til bara til þess að ráðherrann geti komið í hátíðisfréttirnar og kannski í kastljósum kvöldið og svo, en það er tilgangurinn, sko. Það var aldrei tilgangur að eitthvað myndi breyta, sko. Já, þú veist, það er kannski, ég veit ekki hvort ég vil kvitta upp á þá lífsýn, sko, endilega. Þetta er bara svona skóplustungu myndataka og ekkert meira. Þetta er svona. Já, þú veit á því að þetta sé, en þið, það er svolítið mikið af svona einhverju. Já, mér langar nefnilega aftur í þessu, vísi það sem ég var að segja áðan, þetta með að vera undir krananum eða á krananum. Og ein af mínum uppáhaldsbókum heitir Thinking in Systems, sem að Donella Meadows, held ég hún heita alveg örugglega, hérna skrifaði fyrir margt lengur síðan, hún er dáin. Frábær bók, af því það er þetta þegar þú fyrir að tengja hlutina saman, alveg svo vart að segja, ætlum við alltaf að vera í viðbragðinu eða ætlum við raunverulega að komast þangað þar sem við getum raunverulega breytt svo að viðbragðið þurfi ekki að vera eins og við erum að tala um mest allt hér og mikið í okkar samfélagi er þar og þess vegna var ég að tala mér finnst þetta að vera heimatilbúin vandi af því að það er ekki setta tengingar á milli. Svo kemur skýrsla og það er búið að fylla margar skúfur af rosalega góðum skýrslum og svo er skrifur önnur af því það kemur eitthvað annað fólk sem var ekki þegar hinn skýrsla var skrifuð og skrifa jafnvel sama hlutin. Þetta er í grunninn bara til að vísa í að ég hef ekki lesið þessa tilteknu skýrslu. Nei, en þú veist, maður líka byggja þetta kannski á, þú veist, það er náttúrulega mjög stutt síðan að vera í fréttum þegar það voru að tala með það framhaldsskólastyttinguna sem var bara ábúið alls konar skýrslur um framhaldsskólastyttinguna og þetta var bara keyrt í gegn. Akkurat. Og ég man ekki hvað mörg ár síðan. Það var ekki svo mikið rannsaka áður, þetta var bara keyrt í gegn, sko. Já, ég var engin skýrsla, þetta segja engin skýrsla sem að til. Nei, það verður bara keyrt í gegn. Já, en þú veist, svo bara kemur í ljós, skilur að, þú veist, það bara búið vikina, þetta var bara tóm vilsa, einhvern veginn. Og svona kannski þessi vinnubröð sem maður, þú veist, hefur einhvern veginn séð sem að kannski, hvað þú segja, fyllir mann ekki endilega bjartsýni, sko. Nei, og svo kemur þetta, já, kannski bætið, þú veist, aðeins líka inn í þarna að það er annað eins og í stjórnkerfin okkar að við erum með ráðherra í ríkisstjórn og það eru ráðuneyti og það er rosalega mikið vald sem hver ráðherra hefur. Þetta er minn málaflokkur, þetta er þinn málaflokkur. Ég vil gera svona í mínum málaflokki, hvað ætlar þú að gera þínum? Ég er ekki víst að passa í saman, samt ætla ég bara að gera það eins og minn málaflokkur, að því ég ræð því. Það er ekki gott og þá fáum við allir hlaupandi undir lekan. Já, kannski sérstaklega við þessa ríkisstjórn sem er ekki mynduð utan einhverja svona sameiginlega sýn á hvert samfélag á að fara. Það er sérstaklega slæmt í þessari ríkisstjórn, af því þarna er bara hver og sérstaklega orðið í dag, það er fólk er komið í hlaupaskóna, tilbúið til þess að reyna að koma sér og sínum flokki áfram, ekkert endilega þeim málum, við erum búin að sjá það núna 2 vorþing, að það svona skúpast út fullt af málum sem faktískt stjórnar meirihlutin er búin að koma á stað sjálf. Það stendur andar ekki af hérna út af minnihlutin, það er meirihlutin sem getur komið málum í gegn sem það fara ekki í gegn. Já, en þess að þau þurfa að ná samkomulagi sín á millum. Akkurat. Og ég það er lýðræði. Já, mér finnst meira lýðræði að það væri meira samtala milli allra sem við kjósum inn á Alþingi og ég hef ekki mikla trú á því sjálf að núna á komandi þingvetri að það verði mikið af einhverjum sameiginlegum ákvörðunum
núverandi ríkisstjórnar. Nei, en að því að þau eru ekki með svona samíla sína hvert er að fara, að þá kemur þú sem ráðherra með einhverja tillögu og þá fer þetta fyrir þingflokkana og þau segja, já, við erum til að samþykkja þetta verður að fara burtu og svo ferð þú að leggja fram restina af frumvarpinu og það er samþykkt. Það var þetta með þessu húsaleigulögin að þið var að tala um það. Þá var hent út raunverulega eina atriðinu sem að Sigurður Ingi sem að frumvarpið búið til þegar hann var innviðaráðherra taldi vera mikilvægt. Það er farið út úr þessu, þannig að maður sá ekki lögtryggis að þá voru að samþykkja restina. Mér líður oft eins og þau líti ekki á sig sem fulltrúa þeirra sem kusuðu og almennings, já. Er þetta ekki þjónustu fulltrúar? Erum við ekki sem erum kosin á Alþingi, ég er náttúrulega varaþingmaður, ég var einu sinni komin inn í þennan flotta sal og haldi eina ræðu, rosa ánægð með það. En ég sé þetta alltaf verið sem þjónustu hlutverk, þjónustu fulltrúar þjóðarinnar. Ég kannski rosalega miskilja alla hína sem að taka þetta að sér. Já, nei, fyrir ekki, ég er bara með fordómaðan fyrir þjónustu fulltrúum eftir hrunið. Það gáði svo hræðilega ráð og voru látum gera, þannig að ég hef aldrei séð þjónustu fulltrúa í sömu augum. Kannski breyti það orðfærinu í þjónandi fórustu, segjum það. Já. Það er nú einhver leið sem að við getum nota kannski einhver orðfæri sem við getum sætt okkur við. En í raun og veru þú ert þarna með hlutverk frá þeim sem gefa þér umboðið til þess. Já, ég hef heilt þingmenn líta svo á að hluta þessu fulltrúalýðræði hérna og almenningur kýs fulltrúa sinna, þannig að ég kem þarna inn og ég með mínu dómgreind er ég að meta mál. Ég hef heilt Píratinn tala svona. Já. Aðrir sem eru kannski úr svona eldra stjórnmála líta svo á að þessu fulltrúar einhverja tiltekna hópa, kannski verkalýðsins eða eitthvað, ég veit ekki hvað það sé nokkur í samfélkingunni. Já, það ánáttúrulega vera þannig, fulltrúalýðræði. Þú átt að treysta fulltrúanum þínum. Að dómgreind hans. Já, en það er bara ekkit, að ég veit það ekki, ég hef aldrei unnið þarna. Það virkar þessu svo ógeðslega leiðilegur vinnustæður með bara einhverjum... Þú ætlar ekki að bjóða fram. Hæ? Þú ætlar ekki að bjóða fram. Nei, ég er líka ekki vissum fólk myndi kjósa. Eina fréttum vikunar var könnun Maskínu sem að sýndi það að fylgi við Sjálfstæðisflokkinn mælist núna 14,7% og er aldrei mælst neðar. Hvað akkur er þessi? Já, hvað spurning maður? Já, hverju gengur það mikið betur? Krökkunum í vann. Já, ég held að þegar maður uppskýrir eins og maður sáir. Já. Þau þetta skilið? Ég þetta skil, ég veit það ekki hvort ég myndi segja skilið, en það samt, maður uppskýrir eins og maður sáir og framgangan hefur verið þannig undanfarið og langan tíma. Og við sjáum þetta gerast, hvað var ekki flokkurinn kosið með 25%? 24,4 minnum. Já, þannig að þetta er tæplega 10% fall í fylgi frá síðustu kosningum miðað við þessa könnun. Og það hljóta vera rosalega skilaboð frá kjósendum. Þannig þess vegna aftur þá er eitthvað sem við getum öll sett putta á, eitthvað sem við erum örugglega mjög ósammála að þeir sé að gera í takt við það sem við viljum, í nokkuð vissuna eins og alla eflaust. Þannig að þetta getur ekki verið annað. Fylgi Vinstri grænna hefur líka hrunið. Það er líka, þetta er skilaboð að fólki er ekki sátt. Þannig að svo er annað sem ég langar svo að koma að ég hef svo mikinn áhuga á hvernig stofnanir virka og ekki sem stofnun heldur svona institutions upp á góða ensku. Að stofnun sem að var einu sinni stjórnmálahreyfing, stofnaði sem stjórnmálahreyfing og er mjög ánægð með það að vera með yfir 100 ára gömul. Það er stabilitet og þar liggur styrkurinn. Allt í náttúrunni fer í hringi. Meira þess að fjöllin, þau breyta eftir bara þegar að minkar farga á jöklum, þá falla nýjar skriður, það leitar alltaf jafnvægi og það er alltaf endurnýjun. Og stjórnmálaflokkur sem er orðin svona stofnun og hefur ekki endurnýjað sig, það er ekki gott. Þannig að kannski er þetta bara mjög gott upphaf fyrir Sjálfstæðisflokkin líka rétt eins og Vinstri græna að taka þessa innri endurnýjun sem varð aldrei eftir hrun. Ég sé þetta sinubruni. Ég er eiginlega meira en það Þetta er raun og veru hnignun bara eins og að því vistkerfið. Það er vistkerfið hnignar og svo fellur það niður fyrir þröskuld og þá verður stórt rof. Ég sé þetta svolítið svoleiðis. En Sjálfstæðisflokkurinn er að fara að rísa? Nei, það held ég ekki. Það held ég ekki. Hann er ekki búin að gera neitt til þess. Nei, það þarf að gera eitthvað. Já. Hvað haldið þið að Sjálfstæðisflokkurinn gerir? Heldur að það sé núna að segja fólk, heyrðu þetta gengur ekki lengur. Við erum að henda á þessum helvítis formanni okkar í burtu. Komið gott. Þeir fiska sem þessi kaftið fiskar ekki.
Þannig við erum bara að velja okkur nýja, nóg af sjálfstæðarfólki hérna í bænum og út all land sem getur stýrt þessu flokki. Það þarf svo miklu meir en það í mínu huga. Já, það allt innra landslægið. Ok, en til þess að breyta flokknum, það ekki samt fyrst að breyta fórustunum. Það mjög ólíklegt að þessi fórustu að fara að breyta flokknum. Þannig að það getur ekki verið þannig, nú látum við þessa fórustu að breyta flokknum, svo veljum við fórustu. Þannig að fyrst að þá hendum við. Já, en það samt eins og ég segi, það ekki nóga að samt að taka. Nei, en ég menn það fyrsta skrifið. Já. Það forsenda. Já. Haldið það að sjálfstæðarflokkurinn hérna losi sig við Benna Ben innan, 6 vikna? Það hefur ekki verið gert hingað til og ég á ekki vona því. Ekki heldur. Nei, ég veit ekki, ég er kannski svona eitthvað rómantískur í mér, bara hvað, þú veist, ég er að berjast við rómantíkism í mér, sko, þegar ég er að segja nei, þeir gera ekki neitt, sko, þú veist, það hlýtur að vera að þeir fara að gera eitthvað og, þú veist, pæla eitthvað og þetta verður eitthvað svona einmitt. Ég er að sjálfstæðismann í Mosfellsbæ hvetur til þess að aðalfundi verði flýtt, verði ekki seinna en Vesturlandshelgina. Maður myndi búast við að vera svona fréttir. Þannig væri það í Bretlandi eða Frakklandi eða Danmörku eða Svíþjóð eða hvað sem í heiminum. En þú veist, hver á að stoppa þau? Ég meina, allt eðlilegt fólk hefði bara list upp þingið á þessum tímapunkti. Bara forsætisráðherrann færa til óvinsælasta stjórnmálamannin, þá, þú veist, ég skil alveg að fólk missi trúna á lýðræðinu, af því að þið líður bara eins og það er ekkert með þetta að segja og bara skrifa 1.000.000 undirskriftalista og mætir eitthvað mótmæli og svo ertu bara eitthvað þú veist, hvað áttu eiginlega að gera? Bíða núna í ár og þau halda eitthvað flokksfund og fara eitthvað PR-fundi með auglýsingastofu og eitthvað svona. Þú ert eiginlega bara búin að missa trúna. Ég er núna meira að pæla í aktivisma og svona skipulagningu. Já. Það er líka bara mjög svona, þú veist, Bjarni Benediktsson hefur bara oft sett það í orð bara, þú veist, hann tekur bara marka á ákveðnum hlutum. Það eru kosningar og það eru prófkjörin. Og hann tekur ekki marka á neinu öðru. Skiptir engum máli hvað eru margir sem að skrifa undir undirskriftalista, skiptir engum máli hver mótmæla, hvert fara og hvað gera. Það eru 2 hlutir sem að Bjarni Benediktsson tekur marka á og það eru prófkjör og kosningar, sko. Og hann meira að tekur marka á því að því að hann var í fyrsta sæti Sjálfstæðisflokksins í suðvestu kjördæmi, þar sem eru flestir kjósendur og það sem er mest sterkasta vígi Sjálfstæðisflokksins, að þá er hann sá þingmaður sem er með flest atkvæði á bak við sig. Hann er byrjað að segja þetta svolítið í þinginu. Ég er með flest atkvæðin af ykkur öllum. Það er gert þetta. Hann er verið að segja þetta. Já, ég hlusta ekkert alveg mikið. Það er hann mann svolítið út bara alveg óvart. Já. Nei, ég veit ekki hvað þau geta gert. Sýna auðmýkt, fara á eitthvað námskeið. Þetta ekki. En hverja, að því vorum að tala um þjónandi fórustu, hverjum þjónar Sjálfstæðisflokkurinn? Hver ætlar að byrja að svara? Ég er bara verið að þjóna sínu kjördæmi vel eða ekki. Sko, hvað er hlutverk okkar sem að koma að þinginu, þeirra sem sitja á þingi, er það að vera að þjónusta hagsmunagæslu, er það að þjónusta sitt kjördæmi eða er það að sinna hlutverki sem kjörin fulltrúi þjóðar? Cornel West, guðfræðingur í Bandaríkjunum, hann sagði það Obama, fram á kosningu þá sneri Obama sér að okkur kjósatum og seldi okkur von. Þegar hann var búið að kjósa þá sneri hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem að Wall Street og þjónaði því. Þetta er svona sín Bandaríkjamanns á hvernig stjórnmál virka. Já, akkurat. Ég lít á pólitíska rófið sem bara polarísera, það er hægri vinstri og það er ekki, þau eru bæði í ríkisstjórn, VG og Sjálfstæðisflokkurinn eru bara nákvæmlega sama. Báðir pólar eru nauðsynlegir í samfélagi. Hægri póllinn er alveg nauðsynlegur og vinstri póllinn. Ég er endur ekki sammála því. Og það er vegna þess að sko, nú er ég að tala í gróðadráttum, að hægri póllinn er náttúrulega verðmæta skapandi afl. Einkageirinn er verðmæta sköpun í rauninni. Nú, menn að opinberi geirinn skapi ekki verðmæti. Jú, líka. Við erum að græða brotum fólk. En það er annar hagnaðar sjónamið í gangi, sko. Það er ekki til meiri hagnaður í neinu heldur en að græða brotum fólk. En sko, vinstri græðir alltaf á hagnaði hægrisins. Þetta er hægri hægri að verðmæti verði bara til. Sjálfstæðisflokkurinn talar þannig. Það sé að sóun að ráða opinbera starfsmann. Að kenna börnum okkar. Það var miklu næra þessi manneskja myndi vinna í dósavismið. Ég þori að fullera að svona stæðstu og ríkustu fyrirtæki í Íslands eru hægri menn sem standa bak við það.
Já, vegna þess að þau eiga ríkisvaldið sem þjónar þeim. Það er til dæmis Samherji, ef það er með stæðstum. Hann er það fyrirtæki sem fær hæstu styrkin út úr orkusjóði. Hann er það sem við erum með hæstu styrkina. Hagur þeirra er að vera með hægri stefnu í. Það er sem þjónar sér. Sem græfir á sköttunum okkar en neitar að borga skatta. Það er það sem hægra fólk er. Já, það er hægra fólk lækkar skattana á ríka fólkinu vegna þess að við fara með ríkisvaldið og hækka skattana á okkur. Það er hægri stefna. Já. En þá er þetta að tala um eitthvað annað en það sem ég er að tala um. Ég er að tala bara um eins og fyrirtæki. Eins og ég lít á stjórnmál, þá náttúrulega ætti ríkisstjórn að vera vinstrisinnuð af því að hún er í eðli sínu kommuníst. Af því hún er að starfa út frá sameiginlegum sjóð landsmanna. Hún er, við erum að halda þeim uppi með okkar vinnu. Þannig að hún er vinstri sinnuð bara upplægi. Þau eru ekki að genereita pening. Myndur aldrei ráða hægri mann til að stýra ríkinu vegna þess að hægri menn þykjast vera á móti því? Er það þetta að segja það? Hvað segir? Myndur aldrei ráða hægri mann til þess að stýra ríkinu? Í raun ekki, vegna þess að það þarf að vera vinstri sinnuð pólitík í rauninni til þess að halda uppi góðu félagslegu samfélagi. Þetta eru okkar sameiginlegu peningar og þessi peningar eiga að fara í okkar samfélag. Þannig að þetta er bara í eðli sínu samfélagsleg starfsemi. Öll stjórnsýslan er samfélagsleg starfsemi. Einkageirinn er náttúrulega bara fyrirtæki og atvinnurekstur og allt þetta kemur ekkert að félagslega geiranum í rauninni. Myndur þú að segja við fyrirtækjaeigendurnar, þið megið reka fyrirtækin út í atvinnulífinu en þið kom ekki nálagt ríkisvaldinu? Þetta segja það? Nei, það þarf náttúrulega, ríkið þarf líka svona dempa og setja skorður og halda jafnvægi og passa upp að það sé ekki of mikil skipting í samfélaginu og allt þetta. Þannig að, en það sem hefur gerst á Íslandi er að það eru aðilar í ríkisstjórn, bara ráðherrar sem eru gjörspilltir og eru ekki að nota lýðræði til þess að stjórna þessu landi og eru að notfæra sína valdaðstöðu til þess að koma sínu fólki á betri stað. Já, og hafa ekki að trúa því að við eigum að stýra landinu eins og almenningu vill. Ekki í kvótamálinu, ekki í uppbyggingu opinberra heilbrigðisþjónustu, ekki í bankasölu. Nei, það er bara einhvern veginn er ekki að tala fyrir hagsmunum þjóðarinnar. Já, mér er samt að því að tala um rófið að því að miðjan er farin lengra hægri og bara eins og í útlendingamálum Bjarni Ben til dæmis fór að tala af meiri svona öfgahægri hátt. Hann opnaði bara flóðgátt. Allt í einu bara ég hef aldrei séð aðra eins ormagrifi opnaða með einu handtaki og svona skoðanlega þarna finnst mér miðjan vera komin bara langt til hægri og fólk sem hefði verið talið bara venjulega vinstri sinna áður er núna bara klikkað eða bara svona ákveður þú að pæli fólki frá Palestínu eða svona eins og þú sért bara brjálaðingur af því þú ert komin þá svo rosalega langt til vinstri af því að nú allt í hennu það búið að segja og samfylkingin er líka komin þarna það hefur verið gerað kannanir og sem að sýnir það að mikill meirhluti Íslendinga styðja frelsisbaráttu Palestínu. Já. En af hverju er þá til dæmis verið að vísa Jassan úr landi? Mér fannst eins og þú verður að segja þegar fólk hittir þig og þá Nei, ég er að tala um stjórnmálin. Stjórnmálin er búin að færast lengra til hægri. Af því mér finnst eins og samfylkingin hvernig þau tala núna vera bara eitthvað svona hvernig þetta ykkur í huga að tala svona já við erum að líta til Norðurlandana eins og að það sé eitthvað eðlilegt hvernig þau eru í Danmörku varandi innflytjendur og það er bara búið að sýna fram að það að til dæmis eins og gengjamenning í Bandaríkjunum hún varð til út af lögregluofbeldi og rasisma en ekki af því að þessi hópur sé ofbeldisneyðar en annar. Ekki vegna þess að Mexikanar eru nauðgarar eins og Trump heldur fram. Já, það er bara
talað tilbúin vanda. Þú býrð til vandamálum ef þú ítir fólki bara út í kant og þú mátt ekki vera með, þú mátt ekki vera hér, þú veist, þannig býrðu bara til fólk sem á ekkert, sem að bara getur ekkert gert, einhvern veginn, mér finnst það skrítið. Ég var sérst að lesa, ég var að lesa hvernig hennar frægugengin Bloods og Crips, ég er ekki sérfræðingur í þessu, en ég var að lesa mjög áhugaverða grein hvernig þessi tvö gengi sem eru núna bara búin að, þú veist, sem hafa reynda að fara í mannréttindabaráttu þegar að, þú veist, þessu Black Lives Matter og þegar George Floyd var drepinn og þegar að svona stór mál, þá taka þessir hópar höndum saman gegn óvinnunum sem er náttúrulega kerfi sem bara mótið þeim, en upphaflega þá fluttu svo margir til Los Angeles út af bílaðinaðinum og þá vantaði fólk í störfin, þannig að fullt af fólki frá Mexíkó og Suður-Ameríku og fullt af svörtu fólki flutti þangað í vinnuna. Síðan var þeim ítt í ákveðin hverfi og þegar að þau voru að reyna að sína fram á það bara mannréttindabrot að segja ég með ekki búa hér og fóru að fikri sig yfir í hverfi sem að hvíta fólki vildi bara búa í, þá var einn lögreglustjóri sem barðist svo harkalega gegn því að hann í raun og veru bara stóð fyrir því að gengjamenning bara spratt upp af því það var svo mikið lögregluofbeldi og þau voru svo jaðarsett og hvað gerir þú þá til að valdefla þig? Það byrjar bara til þitt eigi kerfi þess að þú getur farið klifið metróstiga sem er ekki aðgengilegur fyrir þig innan samfélagsins sem þú ert útilökaða frá. Já, það verður líka til innan innflytjendahópa einhvers konar vernd vegna þess að sko þið formulega samfélag er ekki að vernda þennan hóp. Þannig verður sko að hluta til mafían í New York það vegna þess að Ítalarnir voru bara neðstir. Já. Og þurftu að þola linnulaust ofbeldi og fordóma lögreglunar. Að því eins og núna það var eitthvað áhyggjur hópamyndun ungra drengja bara hvað ætti að vera með í New York, þetta var náttúrulega bara sundið undirheimar og mafía og þetta er bara það sem er að einkenna einmitt jaðarsett fólk í dag og svo er bent á þetta fólk og segja að þau séu vandamálið þegar að vandamálið byrjar ekkit hjá þeim. Ég líti á þetta sem svolítið tvískipt samt. Nú er ég hálfvalin upp í Svíþjóð og hefur átt heima þarna í 20 ár samtals og hef fylgst með Svíþjóð og Malmö gangi gegnum sína breytingar og allt það og það er ekki hægt að einfalda þetta mál. Nei. Það eru vandamál sem að fylgja innflytjendamálum og ekkert svart eða hvítt í þessum málum. Þá getur maður sett svona stjörnu og satt fyrir neðan að það sem að innflytjendur eru fyrst og fremst í láglaunastörfum og utan veikri stöðu inn í samfélaginu að þá er ef til vill ekki munur á sko glæpum og öðru slíku meðal þeirra eða innfæddra Svía í sömu stöðu. Já, en sko í grunninn það er fólk er bara fólk í grunninn. Svíþjóð er land sem er bara landtækifærina fyrir alla. Eins og ég tek Malmö sem dæmi, þá er ókeypis í háskólana, það er mjög flottar samgöngur sem fara bara beinu leið í háskólan, þú veist, kostar ekki neitt og það bara eru allir með sama möguleika í lífinu og óháð bakgrunni, það er túlkþjónusta, það eru áfangar á ensku, það eru áfangar á arabísku, það eru alls konar leiðir í boði til þess að nálgast menntun og fá stuðning. Þannig að í grunninn fjallar þetta hver ertu, hvað viltu gera í lífið þitt. Svo er kannski einmitt, það eru hverfi, það sem er hópamyndanir og það er kannski stríðshrjáð fólk sem hefur átt erfitt með að finna sig í tilverunni eða ungt fólk sem leiðist á ranga braut eins og bara allir geta gert, það er óháð kynþætti í rauninni eða bakgrunni og þá myndast þessi klofningur og svona fordómarnir nærast að sjáiði innflytjenduna, þeir eru að fremja afbrot, þeir eru að nauðga, það er samt ekki þannig, það er alveg framið líka
af innlendu fólki. Þá upplifið ég það ef ég er frá Norður Afríku að það sem ég kem að þá er litið á mig tildurnum augum og ég upplifið það að mér sé ekki hleypt inn í samfélagið sem aftur ítur undir það að ég sé utan þess. Það var þannig og ég man að sko það var rosalega erfitt fyrir útlending í Svíþjóð að finna sig í nýja heimalandinu sínu og mikill svona rasismi og fordómar og ég man eftir þessari umræði. Hún er ekki eins mikið lengur vegna þess að það er, sko, Svíþjóð er farið yfir þröskuldin og En er ekki Svíþjóð demokrata með 20% fylgi sem að raunverulega eru með þetta hunda? Alveg fylgst nógu vel með þessu. En staðan er þannig í Malmö. Það er náttúrulega rosalega hátt hlutfall af innflytjendum í Malmö. Og þeir eru kannski svolítið búin að eigna sér á umhverfi. Og eru með bara sinn bakgrunn og sína menningu og allt það. Og það eru margir Svíar sárir og svektir yfir því að það sé bara fólk annars staðar frá búið að taka yfir borgina þeirra og allt þetta. Og kannski hörðustu rasistarnir eru bara fluttir það. Og þá kemur upp þessi staða að það var enginn að hrekja Svían í burtu, þau fluttu í burtu sjálfir. En þá náttúrulega ertu komið með hverfi, það sem er bara fólk að öðrum uppruna sem að halda í sín samfélag og sitt fólk og sitt tungumál. Þarf ekki alltaf að vera slæmt ef að fólki er heiðalegt og er að taka þátt í atvinnulífinu sem það er að gera. Malmö er ósalega fjölmenningarleg borg með bara mjög fjölbreyttu svona menningarlífi og veitingastöðum og allt þetta. Miklu skemmtilegra heldur en falukorfs menningin sem var í iðnaðarborginni Malmö. Bara, sorry ef ég móðga einhvern, en þetta er bara blómleg og lífleg borg og ég vinn í skóla þarna líka, þar sem er alveg yfir 90% hlutfall eru nemendur af öðrum uppruna. Svipað upp í Fellaskóla? Já, sem ég hef líka unnið í, by the way, þegar ég bjó síðast og raki frístundaheimili í Fellaskóla. En og þetta er fólk sem er bara frá öllum mögulegum löndum. Það er Asía og Afrika og það eru Miðausturlönd og það eru Suður-Ameríka og þetta er ótrúlega spennandi svona umhverfi af því þetta eru börn eru saklaus, börn bara hafa ekki kosið það að fæðast inn í þennan raunveruleika og auðvitað þurfum við að taka á móti öllum og hjálpa þeim að bara vera flottir þáttakendur í samfélaginu og ég held að það sé kannski staður sem að Ísland þarf svolítið að velta fyrir sér, hvernig ætlum við að taka á móti eða hvernig ætlum við að það er ekki að óska þess að fólk fari bara, fólk er ekki að fara sem er komið ykkar og Ísland, já þetta er það er allir stoltir held ég að landinu sinu, stoltir Íslendingar en ég meina það er ekkert slæmt að sé að fólk að koma að auka landið og bara auka flóruna. Þú kemur frá Malmö sem er svona fjölmenningarleg borg og Svíþjóð og kemur svo til Íslands. Finnst þér ekkert skrítið svona til dæmis svona fólki sem er að segja fréttirnar, það er allt hvítt einhvern veginn. Allir sem er í fréttunum er eiginlega hérna heima? Já, við erum eiginlega bara að segja frá, við erum eiginlega bara að segja fréttir frá hvíta Íslandi, gamla Íslandi. Mér finnst RÚV alveg vera að standa sig í svona með það einu fréttakonu sem að tala með pólskan heim. En maður skoðar krakkafréttir og krakkarúf, ég hef svolítið að sína íslenskum krakkum það, ég er að kenna íslensku líka. Það er alltaf svona dálítið flott, hvað ég segja, fjölbreytt samsetning af þáttakendum. Ég ætti kannski að vera að horfa á krakkafréttir. Já, það er alveg, mér finnst, ég taka eftir því, líka í auglýsingum og svo leið, sko. Malmö er náttúrulega skildustopp hjá svona írönskum popstjörnum í útlegð, sko. Að halda tónleika í Malmö er alveg svona, solid dæmi, sko, fyrir þessu popstjörnum, bara svona halda því að þessi fjölmenningar tala um. Og mjög svo spennandi með Íran, ég er að vinna með manni sem er af írönskum uppruna. Ég var ekki almennilega átt að máði að það er ekki einu svona töluð arabíska þarna, þetta er allt annar menningarheimur og Zoroastrianism er í rauninni undanfari Abrahams trúarbragðanna. Og það bara við þekkjum ekki þennan uppruna, þetta er samt það sem að allt sprettu frá einhvern veginn. Er það verið að kjósa í Írana því ég ætla að fara að tala um kosningar annars þar? Já.
Vissuðu það að það væri verið að kjósa í Íran? Nei. Það verið kjósað til forseta. Það er ekki tímyndasaga það. Hann dó náttúrulega. Hann dó í þyrluslysi á fyrrandi forsetin, sko. Dó eða drafst. Alveg. Og hver verður kosið? Er spennað yfir þessu? Nei, þú veist, ég er ekkert spenntur yfir þessu, sko. Og ég sagði við þetta maður ræði það, en svo var ég, hvað var ég að segja það, þú veist, þetta er ekkert spennandi, þú veist, við erum að tala það, svona röff kerfi einhvern veginn, að það fær líklega ekki koma neinn svona óvæntir, hnökrar á stjórnskipulagi þannig, en við erum samt að tala að þú veist, það er einhver svona ákveðin svona umbóta kandidat sem að fekk að bjóða sig fram, en líklega er það til þess að rífa upp kosningaþáttöku, já. Þannig að jú, það er helsti svona X-faktorinn í þessu. En ég sá bara áður en ég fór að heiman áðan til dæmis að þú veist, kjörstöð átt að loka klukkan 6, það er búið að framlengja það til klukkan 8. Þannig að þú veist, það er strax farið að lengja eftir fleiri atkvæðum og auksarleið, sko, þetta er ekkert endilega að takast og svo náttúrulega önnur umferð sem á eftir að fara af stað, sko, þannig að við fáum ekki nýjan forseta. Við fáum upp á kjörkvæðsum á morgun held ég, þannig að það verður líklega, þú veist, það þarf að fá yfir 50% til að hljóta kjör, eðlilega kannski. Við þekkjum það ekki hér, en það er þannig þar, að þannig að það verður kannski líklega önnur umferð, en já, það verður kannski ólíklegt að koma eitthvað spennandi upp úr kjörkvæðsónum í raun, sko. Það verður kosið í Frakklandi núna helgina, fyrri umferð af þingkosningunum og svo er kosið í Bretlandi bara í næstu viku. Og að því að þú varst að segja hvernig miðjan hefur fæst til, að þá er þetta svolítið áberandi bæði í Frakklandi, þar sem að ysta hægrið vann kosningasigur í Evrópukosningunum og munur líklega að vinna kosningasigur mögulega ekki reyna meirihluta í seinni umferðinni, en ég finna að þau eru á miklu farti og kannski svona klassíska hægrið er eiginlega gufa upp einhvern veginn þar, þannig að Le Pen er óskoraður forystumaður hægriðsins í Frakklandi sem hefði þótt tíðindi fyrir 10 árum eða 20 árum. En það sem að því að svona hvernig miðja færist til að Macron er með sitt framboð og ætlar að verja þjóðina fyrir öfgun til hægri og vinstri, þá var annars Le Pen og svo er það saminaðir vinstrimenn sem alveg bara frá svona hægri krötum og yfir í sko róttaka sósíalista sem hann skilgreinir sem öfga sem er fólk sem er bara með kannski efla opinbera heilbrigðisþjónustu eða skólakerfi eða almenningssamgöngur, þau eru bara með svoleiðis stefnu en hann lýsir þetta sem öfga. Þannig þetta er svona dæmi hvernig miðjan getur fest til. Já, ég var bara sjokkuruð því ég var að lesa reglurnar sem Marie Le Pen vill setja á sem eru að skipta frakkum í tvennt, frakkar og frakkar að erlendum uppruna og svo er ekkert sagt meira hvað það þýði. Það er bara stjörnuna á búningin. Já, það er bara og ég verið að ræða við fólk bara í kringum mig, þú veist að því að maður hefur einhvern tilfinningu að hafa ekki séð, að því við vorum ekki í seinni heimsstyrjöldinni og sáum þetta ekki gerast og ef þú bara lest þetta þá einhvern veginn liður eins og það gerst bara á einni nóttu og það bara valsaði inn fullt af nasistum en þetta var bara svona hæg suða í, þú veist, ég veit ekki hvað var mörg ár, 15 árið eitthvað af því þetta er ekki, bara eins og með þetta Bjarnaben dæmi, ég sé með það á heilanum þetta var svo ótrúlega áhugavert áhrifin þar sem þú bara svona hægt og rólega síðu frosk bara og færir alltaf smám saman og bara svona breyting á almennu viðhorfi. Núna má tala svona útlendinga. Og þá bara og hún er einhvern veginn að koma með svona ógeðslega nasíska reglur en þær hefðu verið meiri sjokkerandi eins og segir fyrir 10 árum en núna er fólk svona ljóma nú bara þú veist bara fólk í Frakklandi er bara eitthvað ég vil Frakkland fyrir frakka eitthvað sem er svo sturlað að þið ímyndu ykkur ef þið myndu flytja með fjölskyldunum ykkar til Kaupmannahafnar og fólk væri bara það bara verið að taka yfir hverfi hérna og svo kemur einhverjir fleiri og eitthvað svona Íslendinga þú veist það var ég er nú bara búin að upplega þetta í eigin skinni í Svíþjóð að bara svona second class já vegna þegar að ég er að taka upp málstað Palestínumann í einhverjum rökræðum það bara heyrðu, já þú ert ekki einu svona sænsk
hvað er þú að gera hérna? Já, ég gæti ekki leikt íbúð í Svíþjóð þegar ég talaði hreim. Ég tala bara eins og svíi og ef fólk veit ekki að ég sé íslensk, þá heldur að ég sé sænsk. Og þetta sem sagt viðbragð sem ég er búin að vera vör við oftar en einu sinni. Já, undanfarið. Það er verið að sjóða einhverja froska þarna. Hægt og bítandur viðhorfin að breytast, þangað til að birtast í þér. Þetta er bara svona útlendingaandúð, þjóðernishyggja. Hvað er þú að vilja upp á dekk þú ert ekki svona sænsk? Ég er ekki nógu mikill víkingur til þess að standa með Svíþjóð, þetta er bara eitthvað hugsanabrenglun, sko. Þegar að ég er actually að taka þátt í að byggja upp sænska samfélagi sem kennari með jákvæðri innrætingu. Og borga skatta. Já, og borga skatta og En hugmyndin Le Pen er það að franski ríkisborgarar sem eru af erlendum uppruna, að þau hafi ekki rétt til þess að gegna opinberum embættum. Nei, og þurfi megi ekki fremja glæpi og verða að elska Frakkland. Það verður vísað á landi. Já, það verður vísað á landi. Sem er ótrúlegt. Og bara líka hvernig ætlar að skilgreina Frakka af erlendum uppruna. Hvernig á að elska. Já, hvernig ætlar að elska Frakkland. Hvernig ætlar að taka prófið í. Ég skil þessar áhyggjur samt. Þegar að flóttamannastraumurinn er orðin of mikill á of stuttum tíma, þá verður svolítið illviðráðanlegt hvernig ég að taka á móti hópnum. 80% flóttamanna eru nálægt heimilum sínum. Þau eru að flótta líka í sínum löndum. Það er ekki álag á Evrópu. Evrópa er Innflytjendur í Frakklandi er ekki flóttafólk. Sko. Það eru fólk sem hefur flutt þarna til þess að sinna störfum. Ég Norður Afrikanar byrjaði að fara til Frakklands bara fyrir meir en 100 árum. Það er náttúrulega stefna á Frakkan að það var að inngilda, eða þú veist, sem ótrúlegt að vera nýlenduríki og vera eitthvað, það er bara fólk að kominga og taka yfir bara, mjög góða punktur. Svo British Museum, það verður að stela úr safninu, það bara að stela hverju, egypsku fornmununum ykkar bara. Þessi, hvað Evrópa er upptekin að því að fólk sé að koma til Evrópu. Ég er alltaf búin að vera að reyna að finna leið til þess að hvað eru margir sem eru farið frá Evrópu og komið sér fyrir í öðrum heimsálfum. Í samanburði þá sem að koma úr öðrum heimsálfum og hafa farið til Evrópu sem að ég reikna með séu kannski innan við 5% sem hafa kemur tilbaka. Þannig að Evrópa er mjög með furðulegar hugmyndir með fólksflutninga. Það bara vilja ekki kominga, það er svo gott að vera hér og þið megið ekki kominga. Þetta er bara saga mannkins, að hreyfast og vera á hreyfingu og það er búið að DNA greina einhverjar múmjur í Írlandi, 3000 ára gamalt hræ sem að fannst og þetta er bara miðausturlanda manneskja sem að fannst þarna. Já. Það var líka betur fyrir jörðina ef við myndum hreyfa okkur úr stað. Menningin, skipamenningin, skipasmíðar hófust fyrir botni Miðjarðarhafs fyrir allavega 3000 árin síðan, meira. Og byrjuðu náttúrulega að sigla meðfram vestur skaga Evrópu og upp í Bretlandseyjar og ég held alla leiðina til Noregs í Vík. Mér líður bara eins og þetta sé valdatæki að vera að segja og tala einhvern ströym af fólki, þú veist, líka bara... Hér er alltaf sagt, stjórnleysi við landamærin, sem að stenst enga skoðun þegar maður skoðar. Það er 56% færri hælisleitendur í ár. Ég held að það snýst bara þessa þjóðernishyggju sem að, mér finnst jákvætt að vera stoltur af þjóðinni sinni og bara þykja vænt landið sitt og tungumálið og söguna og þekkja hana og það er alveg rétt að þeir sem að flytja annars staðar frá ekki með hennan bakgrunn, þekki ekki söguna, ekki með forfeðuna, fólki mitt, það bara bjó í helli með rollum, og nærðist á flatkökum og rétt lifið af, skilji. Auðvitað erum við stolt af þessum forfeðrum okkar. Hann langaði að gefa til Kanada, en það vildi ekki vera hérna. Alveg sem eins og fólki sem kemur það er með sinn bakgrunn og það er svo mikilvægt fyrir þau að varðveita hana því að það er verið að útrýma Palestínu, þetta vilja þau halda í menninguna sína. En þetta er líka einhverja svona hugmyndir að sem er eitthvað svona þúsaldarpælingar bara sagan sem alltaf búin og þurfum ekki að pæla sem meira og þróunin er bara komin og við erum bara að ná einhverju svona dæmi, bara þetta er bara innbyltingin búin og við erum bara að ná ákveðnu leveli af samfélagi og það verður bara svoleiðis sem að, er bara eitthvað svona hugmynd sem að dreiðist út bara fyrir svona 25 ára síðan En þriðjungur Frakka er bara alls ekki rétt. Þriðjungur Frakka er líklega að fara að kjósa flokk sem er með þessa hugmyndir að
að ég skipta frökkum í tvend, annars verður ekta frakkar og hins verður óekta frakkar og þeir óekta frakkar mega vera hérna og þeir mega vinna hérna, þeir hafa ekki sömu rétt og við, það eru ekki unni til þess. Þetta er bara blautuska í andliti, það er bara upplifin er þessi. Já, þetta er bara svona samfélagsleg svona gettopæling. En annað í þessari umræðu líka sem að mér finnst vanta inn í að það er líka bara sko fæðingatíðni í Norður-Evrópu. Þú veist, ef það væri ekki fyrir allt þetta góða fólk sem að vill vera hérna með okkur, þá er það engill að hugsa okkur hérna eftir nokkur ár og viðhalda líka bara samfélaginu. Og bara ef við tökum þetta alveg hingað heim og óháð síðan flóttafólki, ég vil taka það sér að því að það er bara aftur bara það er siðferðisleg skylda okkar að hjálpa að stað. Ég stend þar. En ef við tölum innflytjendur bara í það heila, hvernig haldið þið að ferðaþjónustan og frumframleiðslan hérna á landi væri stödd? Ef það væri ekki allar þessar hendur sem eru að hjálpa okkur. Já, 2,2 milljónir ferðamann. Le Pen er með svar við þessu. Hún vil takmarka rétt kvenna til fóstureyðinga. Örva konur til þess að eiga sem flest börn. Því það eru við sem eigum að endurný okkur. Það er búið að sanna að það veldur glæpatíðinni eftir 20 ár. Ef þú skerðir réttindi kvenna, bara svona ákvörðunarréttar yfir líkama sínum, það hefur áhrif eftir svona 17-20 ár. Af því að allt þetta fólk sem er að fara að fæðast og enginn ætlaði sér að eiga þau. Já, svona Rúmeníudæmi eitthvað. Já, og þá og þá bara glæpatíðin í Bandaríkjunum, það hefur verið sýnt fram á það. Það komu lög og glæpatíðinni fór niður út af því að fólk hafði meira að segja líf sitt. Þjóðfélgin í Frakklandi, bræðralag Ítalíu hjá Meloni og eru með þessar stefnur og lög og réttur í Pólandi að lausnin, þess sem að þú ert að segja, vandinn er að hafa fæðingatíðinu hækkað, hún er ekki það að fá enga innflytjendur, hún er bara að við fáum konunnar til þess að eiga 4 börn og svona. Hvað þú mörg börn? Áttu 4 börn? Ég á 4 börn. Já, þannig að þú sleppur. Ég er samt doktor umhverfisfræði, sko, en ég náði líka að mennta mig og að vinna. Ég er bensínbíl og 1 barn. Þannig að við erum búin að hjálpa. Það er bara lofa mig, þú verður að skila 3 í viðbót, annars verður óekta Íslendingur, kona sem ekki hefur. En má ég aðeins eins og inn í þetta að við erum að tala eins og þarna með þessa breytingu. Þetta skerðir öll okkar réttindi sem að frjálsama fyrir í einu vestræna heimi. Allir fara að setja konin aftur bak við eldavélina. Vera heima og þvott og eignast börn. Ég meina, Meloni talar þannig. Ég las stefnuskrána hennar og það var bara, stærsti kaflinn var svona endurreisn. Ég heldur að talaði þetta eins og virðingu fyrir ítölsku konunni og þar hendur gotum. Þetta er bara eins og maður sé að lesa eitthvað 100 ára gamalt, sko. Fyrsta sem kemur upp í hugan núna eru bandarísku þættirnir, ég man ekki núna hvað heitir. Hvað handmætsteyla? Já, það var óþægileg tilfinning að þessi tenging sem kom í hugan. Er hún ekki fyrir 80 eitthvað þessi bók? Það bara á ekki að afmennska fólk. Nei, nákvæmlega, takk fyrir að segja. Ég veit nokkra hælisleitendur sem eru bara frábærir einstaklingar, áræðanlegir, geta ekki beðið eftir að bara fá að fara að vinna. Þeir eru ekki að höndla þessar aðstæður sem þeir eru í að vera bara algjörlega réttindalausir, mega ekkert gera, bíða og vita ekki einu svona hversu lengi þeir þurfa að bíða. Og þetta eru þetta fólk kannski á besta aldri sem er full vinnufært og sem má ekki vinna. En einhver leiti sko bara samfélagin eru klofin. Við getum sagt svona að þegar þið sjáuð palestíska fánan, að þá sjáuð þið frelsisbaráttu palestínumanna. En það er fólk sem sér bara terrorista sem að ætla að taka yfir samfélagið okkar. Þetta er sama táknið. Það er fólk bara að lesa ólíkt í það. Áhrifin bara af inngildingu og orðræðu í fréttum og frá stjórnmálamönnum. Það sem í að reyna að láta okkur upplifa þetta fólk sem ógn. Líka flóttafólk vill ekki fara heim. Það geta bara ekki verið heima sér að því að búið að eyðileggja það. Það er ekki allir eitthvað svona, mér ákveð svolítið Íslands. Fæstir fara, sko. Það eru mjög fáir yfirleitt sem fara. Það er svona 15% sem kannski fer en 85% kýs að vera áfram í hörmungunum. Þetta er líka bara mjög hættulegt ferðalag fyrir það. Þessum svo skrítið að taka ekki vel á móti fólki sem
bara neyddist til þess að gera þetta. Þú veist, af því það er alltaf verið að tala um þetta er svona eins og mítan lata öryrkjan sem er bara eitthvað svona eins og það sé alltaf bara einhverja mergsjúandi einhverja típur á kerfinu. Úst, það myndi ekkert ganga upp ef að það er satt. Heldur að fólk sé ekki að svindla sig inn á kerfi til þess að geta komist til eilífra fátæktar? Já, það er bara leggja sér lífsættu til þess að búi í fátæktargildru. Nei, ég veit að þetta er bara svo skrítið pæling og hún er eitthvað svo grimmileg og ég bara skil, eins og til dæmis með hann Jassan, ég bara skil ekki hvernig er hægt að vísa 12 ára barni með hrörnun, eða þannig 11 ára með með hrörnunarsjúkdóm. Bara hvernig og þú veist, þarftu ekki að leita lengi til að sjá hvernig ástandi er í heimalandans. Eru stjórnvöld að segja það að við verðum að vísa þessu drengur að rúlla hjólastólum hans út fyrir landamærin til þess að bjarga íslenskum innviðum? Ég veit ekki hvað þeir að hugsa. Það er alltaf, þeir eru alltaf svona að tala. Það verður samstöðufundur Austurvöll á morgun. Já, fyrir hann klukkan 2. Þannig að við skulum ekki athygla á því. Og það er listgjörningur á Lækjartorgi, þar sem fólk situr í stól sem eru rætur, af því að fólk vil hjálpa honum að skjóta rútum hérna, því að honum leið illa og vill búa hér, af því að það er ekki hægt að fara að flytja svona veikt barn. Þetta er bara, já, ég veit ekki, ég bara næ ekki utanum þetta. Ég á vin sem að misti eiginkonuna sín og 4 börn og 2 einbýlishús sem að hann byggði sjálfur og allan fyrirtækja reksturinn hans og pappans, þeir áttu sendibíl og starfaði að flytja inn sápur og eitthvað svoleiðis á Gaza, voru með í fyrirtæki og höfðu það bara gott. Og það er búið að eyðileggja það allt sem að hann byggði upp. Það er allt farið og samt einhvern veginn er íslenska kerfið ekki að fara að taka móti manni í þessum aðstæðum. Nei. Ég var að teikna mynd fyrir hann. Já, akkurat, ég átti að skila kveðið. Já, ok, takk. Já, við erum að... Og er þeir að búa til svona traditional sápur eins og mann gera þarna? Nei, við erum að selja prent. Ég teiknaði... Nei, en sápuna sem eru búin að ég hef bara með áhuga á sápum, það er náttúrulega frábæra sápur. Já. Tyrkneska sápur, bara flytja hann á Gaza. Það er náttúrulega mjög takmarka hvað er hægt að fá aðgengja að á Gaza. Þetta er lokað fyrir umheiminum. Komast ekkert hverju sem er, hver sem er. Það er múr eða girðing, allt í kring, mikið atvinnuleysi. Þannig að þeir voru nú bara að gera það nokkuð gott að geta allavega að vera í smá umflytning. Já. Ég veit að það er mjög frægar sápur sko frá Nablus Já, ólífusápur. Já. Það eru næstu eins nafntógaðar og Aleppo sápunar. Palestínufélagið er að selja sápur. En það er það var svo skrítið að hitta mannski sem að hefur mist 4 börn og eiginkonu sína og veit ekki hvað að segja. Og vilja ekki fara að gráta af því að þetta er ekki þinn harmur og skiljið, þetta er bara það er ofsalega fallegt samfélag á Íslandi af fólki sem er raunverulega andum þennan mann sem við erum að tala og er að taka mjög fallega utan fólk í áfalli maður náttúrulega í áfalli. Það er eitt sem enginn er svona mótmælinu eða samstöðuna með Palestínu sem að mér finnst að það er svo áberandi hvað er mikið af konum og svona eiginlega mæðrum. Við setjum næstu eins og mæðra mótmæli. Þegar maður horfir á hópin og kannski er þetta bara svar við öllum barnamorðunum sem eru þar að það eru mæður á Íslandi sem að koma og stíga fram og mótmæla þessu. Það er nefnilega ekkert grín að fæða barn sko, bara svona þér að segja. Þú skilur kannski... Þú ert eftir að fæða 3 í viðbót til þess að Penn verið ánægð með þig. Enda með áfallastreitu. Þannig að ég held að það geti líka spilað inn í og líka konur fá að sína meiri samkennd, svona félagslega. Þeir eru leyft að vera með samliðan svona inn í kerfinu. En er það ekki nákvæmlega máli? Þetta er sammannlegur harmur og þetta fer í hjartastöðina og við finnum til að því við bara einhvern veginn getum sett okkur í þessi spor hvað að missa og kannski út frá móðuræðlinu, kannski, ég skal ekki segja það, ég hef bara prófað að vera móðir í þessu líf allavega, ekki faðir,
en svo tenging rosa sterk. Þannig að kannski það eins og þú segir, kannski það óbóðslega sterkt dræf og ég bara rosalega ánað með að konur séu svona duglegar að koma því á framfæri. Ég var ekki að kvart við því svo. Nei, ég veit þú varst ekki kvart við, ég bara var að akta á þetta. Já, nei, en kannski meina er það svona einhver kvenna kúltúr, Ég veit það ekki. að svona systra kúltúr einhvern veginn, að taka á móti bræðurum í neyð. Já, þetta er já, ég veit ekki hvort sé bara skilyrðing eða hvort að ég hef enga vísindalega útskýring á því af hverju svona margar mæður láta sem máli varða. En Ég held bara að sé kannski vinstri sinna fólk líka bara í eðli sínu meira í að tengja saman, gera eitthvað, eru í aðgerðanum. Það er reyndar ýmislegt sem bendir til þess út af hægri sveiflunni í Evrópu að þetta séu yngri kallar sem að fara til hægri en konurnar síður, það ekki sé þetta. Það er mjög mikill munur á kynjunum. Að uppgangur fasismans í Evrópu er kallasport. Það er eitthvað að trómast upp. En svo finnst mér líka svolítið áhugavert að það er náttúrulega ákveðið feðraveldi sem að ríkir í Palestínu og sem að við erum ofta að gaggrýna hérna í okkar samfélagi. Þannig að svolítið skondið að pæli því en áhugavert líka að kynnast því. Að ég held að sé margt líka í menningu þeirra sem að við kannski söknum aðeins. Ég myndi, það er viðtali 19. júní í blaðinu síðasta við tvær palestíska konur þar sem er að ræða feminisma og Palestínu og svona, það er mjög áhugavert talandi einsögu okkur sagt svona, ég held við sem er rosalega einfaldaða mynd af múslimum sem að bara þetta er bara svona eins og einhvers svona stereotýpa, ég held að við bara ef maður kynni sér það ekki þá bara veist ekkert. Það heldur maður múslima séu vondi kallinn í bíó. Já, og það er líka hendar rosa mörgum að láta alla halda það. Aðeins að því að stundum tekur tíma að hugsa svo í leiðinni með þetta með samanlega harminn og tilfinninguna. Það er kannski ekki endilega kynbundið, heldur en eru kannski meira við hvern orkuna, ef við getum sagt sér svo. Það hefur ekkert að gera með hvort það er hann, hán eða hún, heldur það element sem býr í okkur öllum. Bara, ég þurfti að koma þess að líka. Skapandi orku að menna karlokkana reyna eyðandi orka. Það er svoleiðis. Ég kannski myndi ekki taka alveg svo djúpt í árinu. Hafa konur bara ekki alltaf gert þetta, að taka sig saman og vera svona verndarar. En þetta er bara eins og jakkaföt. Bara munirinn á fötunum sem er í boði fyrir þig. Bara jakkaföt eða kjóll. Allur heimsins fatnaður, þú mátt fara í allt öðruvísi föt sem kona, þá er bara miklu meira frelsi og mér finnst það líka eiga við tilfinningarlíf. En þetta er ekki af því þú sért ekki með það. Þetta er af því að svona er samfélagið þitt. En er það ekki samt þannig, Lóa, að ef að kona allar ná árangur í kallaheimilum þá verður hún að fara í jakkaföt, fara í drakt? Ég held að það sé bara mjög úrelt pæling. Það eru ótrúlega margar í drakt. Það er að ringi nýtt fyrirtæki í Kauphöllinni, kona í drakt. Ég held að þetta sé, kemur hingað varnarmálar á þeirra Búlgaríu, mætur á fund, kona í drakt. Mér finnst eins og þetta með þetta þriðjuvaktar dæmi. Af hverju er bara ekki fleirum kennt að taka ábyrgð í staðan fyrir að segja fólki að taka enga ábyrgð? Skiljið, hver á þá að gera þetta? Ef enginn gerir þetta? Ég skil ekki alveg pælinguna. En er það krökkur sem kent að reyna að komast hjá ábyrgð? Nei, þú ert að kenna fólki deila ábyrgð. Ég veit að þú vilt að það sé... En ekki vera eitthvað svona... það er bara minn dagur í dag, mér finnst við að íta fólki svo mikið í einstaklingshyggju og að, þú skiptir máli og hinir eru bara fyrir þér og ég er ekki að segja að þriðjavaktin sé ekki til, þriðjavaktin er til, en ég er bara búin að reyna að pæli, Í staðin fyrir að losna við hennar þá ættu að vera að slást það að fá að sinninni. Já, ég held við síðan líka kannski að tala eitthvað svona, það þurfi ekki allir að vera kallar. Nei. Í drögtum og sinna ekki þriðjuvaktinni. Ég veit, af því líka bara... Þetta ætti kannski við að, eitthvað svona fletja út þessa póla. Já. Sem að einhvern veginn, hafa einhvern veginn myndast og kannski verða eitthvað svona, ég var að skoða hana 40 listanum sem einhver var að posta viðskiptablaðið eða eitthvað svona. Það eru með allir klæddir í draktir sko. Já, kallar og konur. Já, bara allir einhvern veginn fór í DJ í Kaupmannahöfn einhvern veginn og eitthvað svona, þetta er bara eitthvað svona
Þetta svo skrítið Þetta og er hvað ætlar þá að gera? Líka búin að sína bara, þetta virkar ekki. Bara hættu að fara í jakkaföt. Þú veist að því að líka bara eins og með þessi vopnakaup og allt þetta, er fólk í alveg að pæla í því að þetta eru unglingar sem að drepa unglinga og við erum bara að ábyrgða þessu fólki og ekki vera eitthvað hér eru fleiri vopn, af því að við svona leysum við heimsmálin. En íslensk stjórnvöld hafa svolítið horfst í augu við þetta og horfa á þarna, það er aðalega unglingspiltar og ungir menn. Við skulum framleiða svona skoteld vesti og hjálma fyrir konur, svo getur líka sett konur á vígvöldinu. Það er eitt af því sem er í samvarna. Það er annað dæmi þetta. Þetta er buxnadragt í her. Það er að kallar. Já, og það er ekki að virka vel, finnst mér allavega. Þú veist líka að koma með eitthvað svona mótsvar í einhverju svona, þú veist, bara eitthvað svona Instagram-algoritmum sem að halda einhver svona tradwife eitthvað svona, sem bara eitthvað svona alveg sturluð pæling, sko. Það sem að kona á mitt bara taka þannig að fara bak við eldavélina og helst bara þegja og eitthvað svona, þú veist, maður er bara, hvað er að? Víkingar vakna? Já, ættir eitthvað fólk sem vill fara í hefðbundin kynjahlutverk af því þau halda það sem fara að leysa eitthvað og er bara eitthvað það er bara borða það mikið kjöt það er svona náttúrulega stað að kaldsins er að skaffa og borða kjöt og vera svo sterkur og bara, þetta er bara svo þreytt og ég trúi ekki að ungt fólk sé alvörunni að falla fyrir þessu ég er bara komið hringin eitthvað en ég er náttúrulega lærði fjölmiðlafræði fyrir ekki bara 20 ára síðan og þá var feminismin alveg bara upp á sitt besta og og ég alveg frelsaðist þar og og bara einhvern veginn fannst mér ég vera svo mikið fórnarlamb að vera kona og nú er ég eiginlega bara komið hringinn. Mér finnst ekki neitt jákvætt við það að það sé vera svona einhvern veginn draga úr þessum kvenlegu, ef ég má segja það, kvenlegu eiginlegum kvenna. Það er innræting, það er félagsleg innræting, já, kannski eitthvað því, en ekki allt. Og mér finnst ekki að konur þurfa að vera svo kallmenn til þess að vera jafningjar kalla. Mér finnst að eigi að viðurkenna að konur eru mjúkar, mýkri verur og bara það margt sem er bara gjör ólíkt ef við erum að tala um stereotypur núna. Bara, þetta er allt einstaklingsbundið og allt það, róið er breytt. En konur eru með annan eiginleika en kallar. Það er bara grundvallar munur á okkur. Ég trúi því ekki að við séum bara nákvæmlega eins og allt sé félagslega innrætt. Og þess vegna finnst mér svolítið gaman að kynnast líka menningu hjá múslimum að það er margt sem að er slæmt. Já, það má alveg ræða það án þess að vera með einhverju útlendinga andúð. En á sama tíma að við skiljum kannski ekki alveg þeirra heim. Það er margt fallegt þarna sem að við sjáum ekki og skiljum ekki. Og jú, það eru öfgatrúar menn þarna alveg eins og það eru glæpamenn í okkar samfélögum. Og öfgakristnir. Já, en svona flestir bera ofboðslega mikla virðingu fyrir konunni sinni og dýrka hana og dá og hún er bara guðleg vera í þeirra augum, sko. Konan er svona, já, bara heilug í þeirra samfélagi, sko. Já. Og já, gegnum mikilvægu hlutverki. Og mér finnst við svolítið vera búin að missa þetta. Og ég veit ekki hvort það sé rétt hjá mér eða ekki, en var ekki bara þessi slæðuvæðing í Miðausturlöndum einhvern veginn svar við klámvæðingunni hjá okkur? Ég held að það var öllu Tómasar. Slæðuvæðingu. Nei, ég meina, þú veist, þetta var ekkert svona rosalegt allstaðar. En ég meina, það var rauðsokkubylting á Vesturlöndum og það var, þú veist, berbrjóst og bara, þú veist, p-pillur og ríða út allt og vera hippi á einhverjum hátíðum og þið veitir, þessi kvenfrelsisvæðing held ég að hafi haft öfug áhrif á aðra menningarheima og það er bara,
við ætlum að passa konurnar okkar, hérna er tjaldgjörsvel, fældið þig. Já, en við sjáum sem bara það, þú veist, bara eins og af kynslu foreldra mína, það voru ekki eitthvað allir ótækir og það voru ekki allir hippar. Ógeðslega margir voru bara eignast börn ung, vinna. Nei, ég er bara að tala um þetta, það sem birtist þeim í sjónvarpinu og bíómyndum. Já, við erum náttúrulega aftur komin líka í eitthvað svona nýlendu sögupælingar og eitthvað svona dæmi, þú veist, þess að þetta var í Íran, skilur, það sem að var bara ákveðna hópar og ákveði svona, hvað að segja, svona kannski social capital sem að sýndi að áttir konum með slæðu, sko, þá áttir mikið af peningum einhvern veginn, því hún þurfti ekki að sinna neinum verkum neinstaðar. Já, fekk bara að lifa lúxuslífi. Og svo bara, þú veist, 36 eða eitthvað 1936 er bara slæðan bönnuð, vegna þess að þá var bara að fara að modernisera og þá að taka einhver svona evróska, hvað að segja, evróska módelið og Íran á bara að vera eins og... Gera vestrænt, frekar nútímalegt, það er við ekki endur að nútíman alls þar. Og það var bara eina dæmið, var bara Evrópa er nútímalega og Bandaríkin og eitthvað svona. Og þá er bara búið að banna slæðina hann að veitni nóttu með einu pennastriki einhvern veginn sem að olli náttúrulega ákveðnu uppþótti í samfélaginu einhvern veginn sem var bara konur sem að fór ekki út í 8 ár og þess að þær vildu fá að vera í sínum fötum einhvern veginn sem þær höfðu verið í áður fyrr og svo þegar það er svo tekið tilbaka 43 eða eitthvað að þá náttúrulega er einhverju sem vilja vera með slæðin, það þykir samt svona stigmatisera, það þykir ekki nútímalegt, það þykir ekki svona nútímavænt og allt þetta sko og svo kemur þetta náttúrulega bara kannski þú veist að tala um að þetta kemur svona með áfársett tilbaka 79 í byltingunni í Íran sko, þá var bara allir eiginlega með slæðu. Við ætlum ekki að vera að þjóna undir þetta evróska dæmi sem er, þú veist, birtist ekki bara í útlitinu, birtist ekki bara í slæðunum, til dæmis 36 átt allir kallar var með svona pípahatta einhverja þú veist, kallarnir þetta líka vera þú veist, með pípahatta og með bindi og svona á einhver svona vestrænum jakkfötum og svo voru náttúrulega, þú veist, það er enginn með bindi í íslenska lifðinu í Íran í dag vegna þess að það þykir bara svona hengingar og kapitalismans sem hann er náttúrulega og það er raunverulegt í löndum fyrir utan Vesturveldin þetta lítur ekki bara þannig út fólk vill ekki fara okkar leið þetta lítur ekki bara þannig út heldur er alls konar sem kemur með þessu evrópska dæmi sem er þessi olíufélög sem er þessi, þú veist, alls konar þú veist, arðrán og alls konar ofbeldi sem átt sér stað líka sko, þannig að þú veist að þetta verður eitthvað svona kannski allavega í Íran til dæmis verður eitthvað svona sem eitthvað svona tákgrænt andsvar við því sem er eitthvað svona ennþá bara að þú veist það er ekki rétt andsvar óslega margir sem eru ósáttir við í dag og séð þessu mótmál sem hafa verið í gangi síðustu ár í Íran út af þú veist því að allir þurfa að byrja þess að slæðu sko. Já, en það er svo absúrt að láta einhverja eina að þessi skilur að banna fólki Já, það er það sko að mist bæði klikka, það banna fólk með slæður og banna fólk ekki með slæður. Það sem ég langar að segja að það er sko fyrir utan Vesturveldin og Vesturlönd þá er raunverulegu vilji fólks að fara ekki leið Vesturlanda. Við höldum alltaf að valkostur sé að fara okkar leið sem er í rétta leið við allt annað sé eitthvað svona frumstætt eða kúun eitthvað sliðis en það er vegna þess að fólk utan Vesturlanda hefur komið til Vesturlanda og það upplifir ekki að hér sé sko paradís á jörðu. Nei, ég talaði við lækni í Tógó sem hafi farið bara mjög ungur lært í Þýskalandi og átt þar starfsferil og svo flutt hann heim til Tógó aftur þegar hann var svona nálgast 70 og ég spurði af hverju kemur aftur og þá sagði hann mig ég ætla ekki að verða gamall maður í Evrópu. Ég ætla ekki að sko deyja í einhverju blokkaríbúð og finnast það sko hálfu ári seinna. Og þá var hann að lýsa því að sko í menningunni okkar út af þessari geðveiku einstaklingshyggju sem við höfum að þá hefur samfélagið okkar brotnað og svona samkennd og traust á milli manna hefur leyst upp. Ég ætla að verða gamall í Tógó þar sem að sko ég sést og fólk sinnir hvort öðru og þetta er ekki hug að vera gamall í þessum ískulda ykkar þarna í Evrópu. Og þetta er bara afstæða sem maður heyrir marga segja. Mér langar í blönduna sem er ekki, sem er bara að þú mátt vera bara þú og svo er haldið utan samfélag og þú tilheyrir samfélagi á skiljiði. Þú veist, að því að þetta hljómar einstaklingshyggja en ég er ekki að tala um einstaklingshyggju, ég er að tala um að allir eru saman öðruvísi, einhvern veginn. Já, en núna er allir verið að vera eins en samt í sitt hvora lagi. En sín okkar úr einstaklingshyggjunni, bæði á fortíð okkar og önnur lönd,
oft lituð þessu eins og þessi val, annarkvort springur einstaklingurinn sjálfur og ræður lífi sínu algjörlega, eða hann lifir í algjöru helsi þorpsins og það ekkert frelsi og ekkert rúm fyrir einstaklingin. Ég held að við séum með svona frekar, þetta svona Billy Elliot, þar sem hann rífur sig út úr þorpinu og endar svo stekkur á sviðinu eins og svanur í Svanavatninu, fullkomlega frjáls einstaklingur. Já, en Billy Elliot náttúrulega eldist og var náttúrulega orðin atvinnulaus vegna þess að dansari geti ekki dansað eftir 37 ára aldur og endaði bara í einhverju þakherbergi þarna í London og dó rótarlaus einmanna maður. Það vantar í söguna. Já, líka stereotypuna sem sýnd af iðnar, þessu svona verkamannafjölskyldu. Og svolítið heimskull. Já, og óslega á móti listum og anstíkilega, en ég held að það sagan sé ekki þannig í raun og veru. Þetta er góðsaga einstaklingshyggju. Þetta er svo ágætis dæmi Billy Elliot af því að þetta er svo augljóst. Billy Elliot byggt á sannri sögu? Nei, ok. Ákveður þetta tala hana dá ykkur herbergi. Ég vantaði bara að setja í hlutan að sögunni, sko. Af því hún endar það sem að einstaklingurinn blómstra, sko. Uppspunni. Það vantar Billy Elliot 2. Já, nei, þetta er svona stereotýpa af verkamannafjölskyldu og myndin og hvernig getur unnið upp stjætt fyrir þetta á mömmu sem með geðraskanir og eitthvað. Nei, byrju. Billy, hann ballettdansari úr svona og vinnur sig upp stjætt. Þetta er líka þá góðsögn. Já. Að því að sko stjættin og þorpið heldur aftur á okkur, uppruna fjölskyldan heldur okkur niðri og verðum að slíta okkur laus til þess að geta blómstra sem einstaklingar. Já, en talað kyn og muna kynjum. Ég er bara að gera svolítið mikið og Billy Elliot sem eitthvað. Já, tákmynd. Já, nei, kyn, ég sé miklu meira svona stjættamunin. Ég tengi miklu meira við menn sem í sama stjættreipi og ég, heldur en konu sem eða skiljiði. Tengir meira við mannski sem lifir í sama veruleika og ég. Ég lifi ekki til sama veruleika og finnur ekki til samkenndar með valdakonum? Ég finn alveg til samkenndar eitthvað. Ekki svona sisterhood? Fyrir, nei. Ég var sko með myndlistasýningu sem hét buxnadragt. Af því að mér finnast buxnadrættir alveg óbærilega fyndi fyrirbæri. Af því að það er svo langt frá mér að fara í buxnadragt. Og mér fannst það vera eitthvað svona ég ætla að klæða mig en ég mun samt ekki ná jafn langt og þessi móður svona litli kall mér varst þetta svo ógæslega fyndi ég veit það ekki svo bara, já komst reyndar að buxnadragt geggjað fyrirbæri í sjálfu sér ádragt núna sem ég dreg upp ég finnst það ekki verið en ég bara tala um veruleiki fólks líkari innan já Mér finnst það verið mikið einföld en kall kona. Bara, það skiptir líka ógeðslega miklu máli bara bakgrunnurinn þinn og félagslegt umhverfi og allt svoleiðis. Einhvern veginn. Við erum alltaf að tjá hver við erum með klæðaburði. Ég er ekki oft í þessum. Ég ákvað að skella mér í þetta af því ég er í viðtali. Já. En ég er einhverja svona samt jarðbundin, þannig að ég er jarðbundin á liti. Kjartan kýs að vera ekki með bindi heldur eins og í Írani. Hengingur og kapitalism. Það er svo flottur í svona. Já, ég var líka með heilanum sko, ég geti hann á jakka sko og buxur í stíl, af því að maður heilanum sko, mér langaði svo að fá svona jakkföt sko, þar sem að ég gæti verið í ef ég væri prestur. En líka ef ég væri bifvélagur, ekki? Já. Og var ég var svona að leika á kannski eitthvað svona stjætta dæmi, sko. Að vera svona óræð, það tókst ekki alveg hjá mér, ekki kommenta á það, skilur, en svona eitthvað, en það hugmyndin, sko. Já. Og eitthvað svona, ég geti gert hvað sem Ég hef reynt að leita svona jakkafötum, svona ullar jakkafötum sem svona eins og kreppunni, sem svona svört og maður sér stundum í bíó. Það er mér langar í svoleiðis, að ég bara finn þetta ekki, sko. Ég heldur þetta að framlega. Gæti það til síða sem heitir Buy It Once, það sem eru svona hlutir, svona jakkaföt sem einhver gæti í alveginu bara erft, að þeir eru svo vel gerð. Ég veit að það er allan skyrtur þannig, það sem búið að safna saman hlutum sem bara geta verið erfðagripir af því að þeir eru ekki svona
einnota. Þetta er síða fyrir þá sem erfi ekki neitt, sem geta keypt sér arf. Já. En já, ég ætla bara að segja, bara fyrst fyrir að tala um fötina, ég er í katta- og stjörnukjól af því að ég er búin að gleyma að þetta væri í mynd og var sem þar lendi ekki til pæla í þessu og greiddi mér ekki. Það er ekki eitthvað lúk sem ég ætla að segja eitthvað með. Þetta er bara... En þú gerði það samt? Já. Þórun er í leður eitthvað, sem er alltaf ákveðið attitút. Já, og þetta er reyndar leður ekki merkir eitthvað, sko. Já, þann reyndar kannski ekkit rosalega cool fyrir veganista að koma í leður eitthvað í mynd. En ég er búin að eiga mjög lengi og löngu áður en ég gerðist veganisti. Og ég segi eins og þú, Lóa, ég átti þessa flík, þú áttir bílinn. Ætti ég að fara að henda þá flíkinni til þess að reyna að fylgja einhverju stefnu sem ég aðhyllist og vil vinna eftir í dag, að þetta er lífstíl í þessu tilfelli. Attitút, já, kannski svolítið attitút. Bara eins og fína tattúið mitt. Það er reyndað mjög persónulegt, tengist barnabarni. En mér langaði að segja það líka, talandi barnabörn. Talandi börn og barnabörn og bara næstu kynslóðir. Í okkar allavega umhverju hér. Ég eiginlega gerir bara eina kröfu og það er að þau geti valið. Barnabörnin? Já, og börnin okkar, í raun og veru hvort þau vilja, ef þau vilja nota þetta gamla frasa bak við eldavélina, ef þau vilja það, sama hvers kyns, bara þessir aðilar okkar, framtíðin, allt í góðu, en ekki þessi þvinguð í það, ekki eins og Le Pen boðar, það er þvingun. Það finnst mér bara ekki eitthvað sem við getum tekið undir. Þannig að mér langaði bara að koma þessu að, fyrst að leittist mér út úr leðurjakkanum. Við skulum ekki taka ákvarðanir sem að hefta börnin okkar. Nei, og ekki heldur hvað varðar auðlindirnar okkar. Bara ekki, við höfum bara ekki leyfi til þess. Við erum samt oft komin í eitthvað svona, eða þú veist allar í nútíma samfélagi, eitthvað svona, það er svo mikið val að það er ekki val, sko. Þú veist, það sé úlingahóp, bara ég skal veðja við eitthvað svona 8.500 kalli, það eru allir í gráum joggingala. Þeir eru að labba fram hjá eitthvað svona úlingahóp, skilur, og þú ert komin í eitthvað svona heldur að þetta sé eitthvað svona skotur, eitthvað svona gamli sovjaskri kvikmynd, einhvern veginn, bara svona, það er bara lúkið, skilur, og maður er eitthvað svona, bara já, eða þú veist, þetta er bara svona með bíla, einhvern veginn, svona allir orðnir hvítir, einhvern veginn, að það á að vera hægt að endurselja á, einhvern veginn, það er hægt að velja svo mikið að allir velja það sama, einhvern veginn, sorry, ég veit það ekki. Nei, já, eða þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað svona, þú veist, það er náttúrulega svona markaðsöfl sem að ráða því, mæntalega, skilur, þú veist, það er bara eitthvað svona, þetta er stöfið sem er auðveldast að selja, kannski, þetta er stöfið sem segir kannski minnst, oft, eitthvað svona gráir, ökungalar og hvítir bílar. Fólk vil ekki skera sig úr eins og ríkasta fólkið er alltaf á sömu bílunum, klæði sig eins, skiptið sem svört. Bara að gera nákvæmlega sömu hlutina, sko. Ég hitt einu sinni í Rockefeller og hann var einn af þeim eru margir. Einn af þeim, já. En einn af þeim sem eiga ennþá penning. Og hann, það þurfti að benda mér á af því að allir sem að voru neðar í stjætt, heldur hann, og langaði að vera, þau voru að, svona eins og páfuglar, að sína einhverja, en ekki, hann klæddi sig svona til að verða ósýnilegur eða eitthvað, þannig. Mér varst það bara, mér varst bara áhugavert. Mér finnst ég vera bara einhvern veginn eins og húsið sem ég ólst upp í Garðabænum sem er eina bárujárnshúsið í Garðabænum, held ég. Ég held að það sé bara eitt bárujárnshús. Þykir það þér svolítið að vera alltaf svona ekki alveg fallin í hópinn og vilja vera sjálfstæð? Já. Þú ert í sjálfstæðisbaráttu eins og bárujárnshús í Garðabæ? Ég hef svolítið verið að reyna að máta mig við einmitt. Já, mér er erfitt með að segja hvaðan ertu, til dæmis. Eða svaraði. Ég held að sé svona að við viljum falla inn í eitthvað tiltekinn hóp og leita skjóls þar. En svo er það eitt sem að ég velt fyrir mig frá því ég var, held ég, 16 ára eða 17 ára og mann í kjötbúð. Og kom maður alltaf í hádeginu og keypti 2 fólaldabuff sem að voru í borðinu í raspi og fór heim og eldaði það. Og ég áttaði mig á því að maðurinn bjó einn, en hann réð alltaf hvað er í matinn. En hann valdi alltaf það sama. Og ég hef skoðað þetta því ég er svolítið áhuga mat, að það er mjög algengt að fólk sem býr eitt,
að það endar einhvern veginn í því að þetta er stundu kallað svona piparsveina kássa eða piparsveina samloka að þú býrð alltaf til sama matinn. Þannig að Ég gerði þetta í mánuð í Frakklandi, ég var í svona vinnustofudvöl og ég er þessi manneska. fullkomið frelsi leiðir til þess að fólk velur alltaf það sama. Ég veit ekki hvað þetta þengist því sem við vorum að ræða. Nei, matur líka svo félagslegur. Það er leiðilegt að borða þetta. Það er búið að gera skrítið að fara einn á veitingastað eða einn í bíó eða eitthvað svona. Þá ertu... Samt ekki. Já, það er ekki alveg gert ráð fyrir því. Ég var í Við kallar mig Tókjó. að fara einu í bíó og ég held að konur með það síður. Nei, þú ert pínu skrítin. Svona ávillingin Kannski bíó en ekki út að borða. Já, kannski hádeginu. Það verður alveg eðlilegt. Það er bók sem heitir Borðið aldrei ein sem hvernig maður að byggja upp tengslanet í lífinu. Hún heitir þetta í alvörni. Aldrei að borða einn. Það er einmitt piknik, palestínsku piknik á miðvikudaginn í næstu viku. Þessum borgarbókasafni er að vinna með mat af því að þau eru að því borgarbókasafnið sem á ekki að vera lokað á sumrin þó að það sé alltaf eitthvað opið það eiga bara öll útibúin að vera opið ég bara vil segja þetta aftur. Þau eru að vera með svona lautaferðir af því að þau eru farin að sinna svo mörgum hlutverkum. Þau eru farin að sinna jaðarsettu fólki sem á í engin hús að venda bara allan daginn og eru að sinna fólki sem er flottu fólki og innflytjendum og bara borgarbókasafnið er bara að verða að mikilvægustu stofnun landsins bara eftir spítölunum og þau eru farin að vera með svona lautarferðir þar sem þú ferð fólk hittist og spjallar og tengist í gegnum mat. Það er ótrúlega flott verkefni. Bara matamenningi er ótrúlega góður innblástur fyrir okkur getum lært rosalega mikið af menningunni þeirra því að það er einmitt bara hlaðborð og það er bara smakka hérna, taktu þarna og jafnvel er bara sem sagt fólk kemur með og hvað heitir þetta? Ég hugsa sænskust. Pálínubúð. Já. Þetta er á íslensku. Pálínubúð. Og það er einhvern veginn, það er ekkert verið að leggja allt á eina mannesku að halda matabúð. Það er bara að gera þetta saman. Og svo er borðað saman og spjalla. Við erum að missa umræðinu frétti vikunar alveg út í... Já. Ég hef ekki komið að aðal frétti vikunar sem var að Julian Assange, lausa fólki. Já. Hann var mikið á Íslandi. Hann var mikið á Íslandi. Hittur hann? Ég sá hann bara á kaffihúsi. En var ekkert eitthvað. Sæll, velkomin til Íslands, Julian. Íslandsvinurinn, verður þetta sagt. En stundum það þannig að fréttir sem eru svona stórar, að það er kannski ekkit mikið það að segja. Já, ég svo fegin að hann var látin laus af því að þetta var svo hræðilt fordæmi fyrir fólk að vinna fordæmi situr svolítið eftir að hann þarf að játa sér sekan eitthvað sem hann braut ekkert af sér. Anstíkilegt. Ég bara hræddi með að þetta verið nota gegn honum í einhverjum réttahöldum seinna. Þú ert búin að játa þetta. Þannig að ég held að sagan sé ekki búin. Nei. Sagan er ekki búin því miður. Ég vona bara að hann verði þá dæmdur ef hann verið dæmdur og fá að setja á sér í Ástralíu. Nei, hann var dæmdur fyrir í þessi ár sem hann satt inn í þessu öryggisfangilsi. Þannig að þá hann dæmdur og hann er bara búin að setja það af sér. Já, hann er dýlinn. Ég er bara hrædd líka hvernig verður skrifað hann mann í sögubókunum seinna. Bara hann játaði. Hann er afbrotamaður. Þetta er tap í þessu niðurstöða þótt að enginn geti náttúrulega ég held að skiljið allir að maðurinn var að deyja þann inni og hann þurfti að bjarga lífi sínu með að gera þetta. Þannig að hann var pyntaður til þess að játa á sig eitthvað sem hann framteki. Auðvitað var hann pyntaður til að játa. 5 ár í einangrunnar fangelsi. Já, ég skil aldrei okkur að Obama hefur sloppið svona vel í sögunni. Hann lokaði ekkert Guantanamo Bay og hann var bara harður stuðningsmaður Ísraels og bara alveg ótrúlegt og svo er allir bara eitthvað, muniði eftir Obama árunum. Hann var svo vinsæll að því hann var fyrst í svartu fólki. Já. Svo var hann líka svo mælskur og svona, kom vel fyrir. Já, kom rosalega vel fyrir. Þessa gamalmenni sem voru hann í nótt. Það er samt miklu hættulegur fólk, heldur en eitthvað appelsínugulir öskrandi kallar. Það er svo auðvelt að koma auga á hvað er að hjá þeim. Sem er hættulegri músi sem læðist.
hann verður samt til að hættulega ef að fólk er að kaupa það sem hann er að skrá, sko. Já, reyndar. En já, en það er samt líka ekki gott að vera að segja bara eitthvað svona við erum fjölmenningasamfélag og svo bara fyrir aftan þig bara eitthvað hræðalegt að gerast. En með Assange að þá Ég alltaf að reyna að stoppa þáttinn, sko. Já. Ég lendi í vandræðum með þetta vikuskantur og það verður erfiðara fyrir mig að stoppa hennar þá, sem er mjög gaman að því að mér finnst bara mjög gaman að sjá ykkur og það finnst gaman að hittast. Hafið hittast áður í lífinu? Nei. Mér finnst samt þess að ég hef hitt þig. Já, kannski þú ert svo kunnuleg. Það er gaman að kemur fólk svona bara hérna og þaðan og tekur svo spjalt saman og er bara skemmt að hvort öðru með. Já, mér finnst líka erfitt að eiga í svona línulegum samtölum. Já, ég fer úr einu í annað. En mér langar að koma því að bara að ég hef áhyggjur að því einmitt með Assange að sko þetta sýnir landslægið fyrir blaðamenn sem er í gangi og það skal enginn segja mér að fólk sé ekki hrætt við að sinna sínu starfi sem blaðamaður og að uppljóstra það sem er í gangi í heiminum. Sér það líka bara fréttaflutningi hérna. Eins og RÚV og MBL og Vísir ofta tíðum, það er engin, ég er einmitt að fara eitthvað að djóka með að því DFF er alltaf með þorir meðan aðri þegja og það væri raun og veru ef þau myndi gera það í alvörunni og bara til dæmis Palestína tala í alvörunni málin og þora að tala meðan aðri þegja og tala spillinguna, þá væri virðingavert að halda út í því blaði. Ég bara mér finnst skrítin umfjöllun, mér finnst hún vera að því að sko ég hef heyrt foreldrar mín að tala hvernig fjölmiðla voru þegar þau voru ung. Bara þau gátu að þau voru svo afskekt og það var ekkert internet, þá bara þau gátu bara ráðið sannleikanum miklu meira. Og núna það hefur aldrei verið jafn auðvelt að falsa söguna eins og núna. Já, ég veit það, en af því þetta er svo mikið kaos, bara eins og TikTok er búið að ná einhvern veginn inn allt öðruvísi, hvernig bara radikalæsaru bandarísku ungmenni, þetta er, mér finnst það bara, mjög áhugavert. En mér líður eins og að fjölmiðlar séu ekki að sinna gagnrýni og svona aðhaldi við stjórnmál og ég held að sé ótti við að lenda í vandræðum að því að eins og bara Helgi Seljan og heitir hann ekki Jóhannes sem var með vindrismálið. Það er bara verið að reyna að leggja líf þess að fólks í rúst. Það er ótrúlega Helgi sem ennþá að vinna á fjölmiðli. Ég hef fengið taugafall og flutt úr landi. Það er bara aðför að tjáningafrelsi fólks. Við mitt stofnum þessi samtök, málfrelsis samtökin á Íslandi, reyndar í faraldrinum að því að við áttuðum okkur á því að það var svona, verið að vega að tjáningafrelsinu svolítið. Það voru bara margir hræddir en það var ákveðin orðræða í gangi sem að útilokaði gagnrýnisraddir. Og þetta er nákvæmlega þetta sem við höfum áhyggjur af. Einmitt bara störf blaðamanna, ég hef náttúrulega starfað sem blaðamaður og auðvitað þekkir maður þetta umhverfi að þú vilt ekki styggja ritstjóran eða ritstjórin vill ekki missa áskriftir eða það eru alls konar ástæði fyrir því að almenningur fær ekki alla söguna alltaf og bara mikið af góðum rannsókna blaðamennum líka á Íslandi og blaðamennska í dag er voðalega mikið bara þýða greinar erlendis frá það maður ætlar að flytja erlendafréttir. Já, eins og við til dæmis með útlendingalögin það var ótrúlegt bara, nú er þið búin að setja nýja útlendingalög. Já, við erum búin að setja nýja útlendingalög og ekkert eitthvað spyrja gagnrýnda spurninga bara. Hvaða þýðingu hefur það fyrir fólk? Akkurat, og heyra báðar hliðar. Hvað varðum þessa starfshætti blaðamannsins að heyra báðar hliðar? Þetta er svona bara algjör grundvallar atriði í blaðamennsku. Það er að vera óháður og passa að báðar hliðar fá að heyrast. Og fleiri, þú veist, að því að fleiri en eina. Bara er úrslega margar hliðar á málum. Já. En já. Krakkar, ég er sem að slakka á þessum. Já. Við erum að setja hérna í 2 tíma. Það er svolítið heitt hérna. Já, mjög heitt hérna. Samstöðin er mjög fátæksstöð og við eigum ekki almennilega loftkælingu hérna inn í stúdíóið. Fá einhvern sponsor, bara Tesla eitthvað. Já, Tesla geti styrt. En ég þakka ekki hérlega fyrir Þórunn, Svala, Kjartan og Lóa. Kærlega ekki. Takk sem leiðis. Og ykkur þakka ég hérlega fyrir hlustendur og áhorfendur sem að staldra hérna við og
breytt þessu samtölu okkar í fjölmiðlum, vonandi hafið þið gaman af því. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðuna með að benda vinum og vandamönnum á efni sem eitthvað finnst áhugavert hérna. Þannig stækkar dreifingin okkar af góðri afspurn. Við getum bent á að við erum á Facebook og á YouTube. Við erum í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu á 89,1, næst upp á Snæfellsnes og upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistöðu út á Reykjanestá. Það má líka sækja þær útasendingar á spilarann.is á netinu og spilarann líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á samstöðinu og allar íslensk útastöður hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem á sjónvarpi sitt frá símanum, þar er við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna og samstöðuna fyrst og fremst byggst upp á þeim áhorfendum og áhorfendum sem hafa geti gest áskrifundur. Þið farið á inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það kostar 2.500 kr. á mánuð, þið megið borga meira þið viljið og þeir sem kjósi geti látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni, að okkur tækist að búa til öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil, fyrst og fremst með framlagi almennings. Nýtt almenningsútvarp, þjóðarútvarp kannski, setna meir, þegar við vorum orðin stór og feitt. En framundan er helgadagskrá samstöðunar. Í fyrramáli þá kemur til mín Sóley Tómasdóttir og ætlar að segja mér frá ævi sinni og ykkur. Hvet ykkur til þess að hlusta á það klukkan 9 í fyrramálið. En annars segi ég bara góða helgi og takk fyrir.